skjár. Það skjárnum mér. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá eru synir Egils á samstöðinni. Við sitjum hérna bræðinni, ég og Gunnar Smári, og eftir koma til okkar 3 þingmenn. Það er Ása Berglind Hjálmarsdóttir Samfylkingu, Sigmar Guðmundsson Viðreisn og Sigurður Hilmarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins. En til að ræða svona vettvang dagsins þá er það Sanna Magdalena Mörtudóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Helga Vala Helgadóttir. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Hvað er það er svo sem eðlilegt að byrja í stjórnmálunum eða eitthvað? Byrja þess að grundatanga. Það er svona, það er talað um þetta sem hamfarir. Er þetta ekki, svo fólk lætur svolítið hátt og mikið með það? Inn á þinginu, en þetta er náttúrulega, ég fylgdist svolítið mikið með þessu því að í mínu fyrra starfi þá vann ég fyrir ABB eða Jóhann Rönning sem að flutti inn fyrsta spennin, þetta var reyndar í Kerskála 2, ég vona þetta sé ekki spenninin sem ég flutti inn, þessi næsti sem kom á eftir. En sko eins og ég ætla bara að setja ykkur staðreyndirnar sko, að þegar sá spennir kom, þetta var á síðustu öld, börnin mín voru nýfædd þegar að vera 30, og þetta álver er náttúrulega sko upprunalega gamalt álver úr héraðinu sem var fluttinga, þó það hafi ekki mátt tala um þá í Íslandi. En við nefndum þetta við rauðaborðið einmitt. En gaurinn sem að flutta inn var þó snjall, hann keypti nýjan rafbúnað í það, þannig að þetta var svona eins og að gera það upp. Hann kýrin og þetta alltaf eldgamalt. Og svona spennir er svo viðkvæmur, þannig að hún kom í sérstöku skipi hérna, við þurfum að flytja inn sérstakan pramma á 18 hjólum sem færðan frá höfnin og Grundartanga upp á endan á húsinu og það jarðskjálftamælir á svona spenni að því að ef hann hristist of mikið í flutningi að þá bilar hann. Og þetta er náttúrulega margra mánaða eða ég vil árs sko bið og framleiðsla á svona. Þetta er ekki til að laga einhvers þar. Nei, og á þessum tíma voru við nú reyndar einlega hérna fyrir ABB frá útlöndum hér á landi svona fyrirbyggjandi viðhald, þannig að seldum það til Landsvirkjunar og Rarik og svona, þú fylgist með öllum búnaði og skiptur honum út áður en hann bilar. Ég notabenni veit ekkert um þetta núna, ég bara segja þetta til að fólk skilji vandan. Hinn hlutina, því að ég vann í bæði stækkunin á Ísal og þessum fyrsta áfanga þannig á Grundartanga, að álver er sko svona, þetta er náttúrulega frá iðnbyltingar, þetta er gamaldags iðnaður, hráfuru iðnaður, þannig hingað er komið með þessa báxítsteina sem eru grafnir upp og við erum bara að nota fallvötnin okkar til að bræða þá í ál sem er síðan flutt úr landi til að vinna í bíla eða eitthvað, hérna svona bolla eða símanna eitthvað. En það er rosa mál að setja svona verksmiðju í gang, keyra hann upp, ker eftir ker og hafa síðan flæðandi stöðugt málminn í því og það má alls ekki stoppa af því þá bara harðnar í kerjunum. Þess vegna var hér þegar við vorum unga allavega, veit ég hvort þú manst eftir því, að þá á jólunum, þegar allir kveikt á eldavélunum til að elda matinn og sama tíma, allir vildi hafa matinn tilbúin kl. 6 á jólunum, að þá stundum sló út Reykjavík. Af því það mátti alls ekki slá út Straumsvík, álverinu. Það hafði forgang. Þannig að sko þetta er svona bara baksagan til í skiljið vandan þegar það verður svona stór bilun, ef hún er svona stór, ef við geta að laga spennin sem er og það er að býða eftir röð. Þetta er náttúrulega allt sem er óljóst og ef það þarf að keyra niður framleiðsluna núna því að rafmagni kemst í að þá tekur heillangan tíma að keyra það upp aftur. Og þannig að auðvitað er þetta er risa viðburður í einni af 3 verksmiðjum, í einni af 3 stóru atvinnugreinum okkar. Þannig að þetta er ekkert sko lítilvægt, en við verðum að fá þessa staðreyndir, en þetta er bara til að skilja hversu alvarlegt þetta getur orðið. Þeir áttu sko spennu til sem gátu hérna sem var vara og þá vantar á sko 2 í viðbótarenda til að heyja líka vara þá. Þeir fóru allir 3 út? Nei, 2 fóru út. 2 af 3 ekki. Já. Var þetta ekki sliðis? En mér finnst samt sem áður þetta er náttúrulega
sko þetta áfall og það allt saman en við fyrir ekki að tala sko hamfarir. Nei, það var svona hinn... Mér finnst það nú svona kannski vel í lagt. Auðvitað er það mikið áfall fyrir hvern og einn starfsmann sem þarna missir vinnuna sko. Já. Og getur ekki farið til vinnu. En það er ekki búið að segja upp og hérna, auðvitað er það áfall. Og það er það alltaf komið til þess. En auðvitað við líka með ákveðið kerfi sem að grípur þar ef til þess kemur. En hérna, mér finnst samt einhvern veginn viðbröðin í þinginu að því þú fórst að tala pólitíkina opnaðir á því og fórst svo í þetta mér finnast þau ekki alveg vera í samræmi við alvarleikan mér finnst eins og við séum að tala hérna bara algjört hrun í íslensku efnahagslífi það sem ég var að meina og mér finnst það svona það er aðeins vel í lagt og það er tölur sem hafa verið nefndar þú veist bara útflutningstekjur að þær eru bara heildartekjur, það er ekkert verið að horfa á einmitt þetta eins og Ásgeir var að tala hérna áðan að við þurfum að flytja inn hérna helling til þess að geta flutt til að geta flutt þetta út þannig að það er ekki þetta er ekki alveg rétt tala sem verið að fara með en aftur auðvitað áfall fyrir fyrir fyrirtækið þetta er vont mál, það er enginn að draga þetta er vont mál, auðvitað bara eins og bara alltaf play og já, algjörlega en ég meina play bara algjörlega en þá voru menn allavega rólegir yfir en þar misti fólk þá vinnuna 400 mann já á einu bræði og auðvitað er að óvissa aldrei af hinnu góða sko þetta er auðvitað eitthvað sem er alveg eðlilegt að skoða og ræða en mér finnst athyglisverð umræðan sem að kom upp í kringum þetta einmitt varðandi fall play og hvernig var brugðist við þar eða kannski ekki brugðist við nægilega vel að mati sumra og mér finnst líka bara áhugavert að setja þetta í samhengi við umræðu á þingi atvinnugreinar á Íslandi og atvinnustefnu við erum á kvennaári, það var kvennaverkfall núna daginn og við vitum til dæmis bara staða kvenna á kynskiptum vinnumarkaði hver hún við vitum hver staða láglaunakvenna er á vinnumarkaði en það er ekki umræða það að það eru mjög margar konur sem eru örmagnast á vegna vinnu sinnar í jafnvel störfum sem hefur verið útvistað og þú veist það er einhvern veginn ekki talin þörf á því að taka það til umræðu sérstaklega á Alþingi vitandi þó hver staðan er þannig mér finnst athyglisvert að skoða þetta í stærra samhengi út frá því hver atvinnustefna er á Íslandi, hvaða atvinnugreinar við höfum og hvenær við metum eitthvað svona alvarleikastig fyrir stjórnmálamenn til þess að grípa inn í og bregðast við þegar það blasir bara við okkur á staðan, það eru rauð, ljós, glóandi á svo mörgum stöðum og sumt er einhvern veginn ekki umræðunar virði að meðan annað á bara strax að sitja á dagskrá og ræða, grípa inn í og emmitt, jafnvel kannski hægri menn sem setja fram þá kröfu sem eru nú duglegastir að segja að ríkið eigi ekki verið að skipta sér að nema þetta þegar eitthvað kemur upp á. Þá höfum við að borga tappið. Á miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og þessu flokkum og stundum framsókn. Það kallastörf eru miklu mikilvægari. Þeir voru á blístri yfir köllum sem voru að vinna í hvalveiðar og núna þeir sem eru að vinna í stóriðju. En eins og Sanna bendir á að þá kippa þessi flokkar sér ekki upp við það þegar herjað á vinnu kvenna. Og þetta er líka kannski svolítið hinn vonda arfleifð umbreytingarna sem hafa verið undanfarin ár og sem gerðist í COVID-inu þegar ríkið þurfti að grípa efnahagskerfið allan heim og hér líka og já, eiginlega alveg hálf gali að tala það á einhverjum hægri vinstri skala því þetta ef maður reynir að greina umræðan af þinginu þá snýst þetta allt í raun og veru framhald af auðlindagjalds málþófinu í vor að þeir vilja nota saman hvort það loðnubrestur eða playfarahausinn eða núna stopp í Norðuráli þá að nota þetta allt til þess að halda áfram í baráttunni þeirra fyrir því að lækka álögur hins opinbera eins og þau kalla það sem bara svona eðlileg skattheimta af atvinnugreinum af því það er þeirra baráttumál að tryggja það og svo nú reyndar verði að fá að bæta því við að því fjármálaráðherra var nú hér fyrir 2 eða 3 vikum og hélt því fram að skattheimta hér á landi væri
bara rétt undir Danmörku en annars bara eins og ég meina sko, umræðan á Íslandi fer alltaf í svona mikið rugl. Það eru OECD-tölur. Ég veit ekki hvað ég er búin að skrifa oft um þetta í vísbendingu og tala um þetta hér á Rauðaborðið. Það sem að við erum bara rétt við OECD-meðaltal, sko OECD-meðaltal. Öll Norðurlöndin eru langt fyrir ofan okkur og Frakkland og Austurríki og Grikkland þú veist, innheimta meiri skatt en við. En umræðan, og svo voru þeir saman í Sprengisandi í morgun, ég fór að hlusta það. Sigmundur Davíð, formaður Miðflokksins og fjármálaráðherra. Og þeir voru bara að tala um Laffer-kúrfuna. Sko, sem Sigmundur var nú aðalega í því, það var hann sem að flaggaði því og talaði að við varum skattpíndasta þjóð í heimi. Já, og þá fór endar fjármálaráðherrann á mótunum, en virtist vera samt sammálunum um Laffer-kúrfuna, sem sko bara einhver svona grín hugmynd aftan á servéttu sem náði flugi og var dýbönkuð eftir fjármálahrun og svona allavega endanlega í heiminum eftir Liz Truss í Bretlandi. Það kannski taka það fram fyrir þá sem ekki vita, þetta eiginlega kenning það að því minni skatta sem hún leggur á, því meiri verður tekið ríkisins. Já, eða þú hækkar skatta, þá minnkar tekið ríkisins. Já, hann hefur sem sagt að hann voru svo hái skattar í Íslandi þess að urðu hjónin að stofna Vintrís í skattastöðu. Þetta er bara Financial Times sko, bókardómur í gæra fyrradag, þar sem að Laffer skrifar kafla og Financial Times er bara að fussa og sveigja yfir að einmitt núna sé þetta viðbragð íhaldsflokksins í Bretlandi að koma út með svona bók sem að Laffer er að tala um hvernig lægri skattarnir séu það sem þurfi til að koma framleiðninni í gang aftur og þetta er algjörlega sko surrealista að hlusta á. Þetta er kenning sem aldrei hefur verið tekið mark á en hefur verið notuð í áróðuskinni en það er eiginlega enginn sem heldur henni fram núna sem eins og sagt sem með fullu viti. Sá sem heldur í fram að þetta sé lögmál, hann er annarkvort að ljúga eða hann er alveg afburðar illa að sér. Eða illa innrættur. Já, það er þannig með lygarann. Já. En þú getur ekki haldið þessu fram í einlægni, sko. Ekki nema þú sért bara ótrúlega fáfróðum maður. Það sem var kannski líka áberandi ef við ætlum að halda áfram að tala um eitthvað annað þátt sem var í morgun, en það er svona bara með vísan í bara umræðuna í stjórnmálum. Mér finnst einhvern veginn eins og þetta einkennist mjög af svona upphrópunum án nokkurra tillagna. Það er bara verið að tala um mér finnst einhvern veginn enginn af þessum stjórnarandstöðuflokkum hafa neitt konkrétt fram að færa. Og nú er ég ekki bara að segja að ríkisstjórnin sé frábær, skilurðu. Ég er bara að segja, mér svo skrítið einhvern veginn hvað þau eru hafa í rauninu ótrúlega lítið. Bara finn ekki fjöluna sína. Mér finnst það vera að flytja inn umræðu frá Ameríku, til dæmis eins og skattar séu slæmir, sem það er kenning sem hægt að selja í Ameríku vegna þess að sumiliti þá fara skattarnir ekki að jafnvel mæli í svona grunnkerfi samfélagsins og hjá okkur eða Evrópuþjóðum. Þannig að kannski er hægt að segja við svona venjulegan launamann að hann græði á því minni skatta sem hann borgar af því að sko kerfið sem tekur skattana er ekki að þjónunum, ekki eins og er raunin kannski á Norðurlöndunum og einhver leyti hér og í Norður-Evrópu. Þetta er flutt inn af bæði Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum og síðan er menningarstríðin verið að reyna að flytja þau inn. Með góðum árangri. Þetta byggir eiginlega ekki á neinni svona eðlilegri greiningu á íslensku samfélagi. Tala svolítið eins og við séum með einhver riðbelti þar sem að almenningur er að rísa upp með algjöri vantrú á að við getum fundið einhverja lausnir í okkar samfélagi nema bara rúst öllum kerfum. Ég með það undarlegt svona stundum verið að tala um að vanti pólitík á Íslandi og þeir sem er að tala um hana vilja raunverulega færa pólitíkina í þessa umræðu. Að við verðum með svona svipaða stjórnmálaumræðu og er í Bandaríkjunum. En ætli fólk viti almennt bara í hvað skattar fari. Þú veist, ætli sé alveg nógu mikil meðvitund það að við erum auðvitað með vegi og grunnskóla og leikskóla og söfn og sundlaugar og sorphirðu og ég meina, þú veist, allt sem að skatturinn fer í ætli að sé almennt svona meðvitund hvað við værum ekki með ef að skattur yrði lækkaður en auðvitað bara kannski gefur fólk upp, þú veist, það einhvern veginn
sér alveg að það þarf að laga ýmislegt í heilbrigðiskerfinu, í skólamálum og vegakerfinu, þannig að fólk hugsa kannski bara eitthvað að ég er að greiða alltaf þessa skatta en samt erum við með ömurlega vegi og ekki nógu heilbrigðisþjónustu og ég þarf að bíða lengi eftir lækni, þannig að maður getur alveg skilað að sé óvinsælt einhvern veginn að hugsa ég er að greiða hátt hlutfall af mínu launum og fæ ekkert almennilegt tilbaka, en við erum samt með ýmislegt sem að fólk kannski áttar sig ekki á að auðvitað búið að greiða fyrir úr okkar sameiginlegum sjóðum. Ég held þessi áróður hafa engan sérstakar hljómgrunni á þjóðinni. Þetta mest að það loka inn í mokkanum og viðskiptablaðinu og í þingflokksari byggjum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Ég held að allur almenningur veit það hefur verið þegar spengt skatta, til dæmis finnst þeir eiga að skattleggja hærra hinna ríku. Það var bara mikil meirihluti almennings hlynntur því. Þannig ég held að almenningur lifir í þessu samfélagi og þekkir hvernig það virkar. Staðreyndin að liggja svolítið fyrir. Þórður Snær skrifaði langan hlem, ég man ekki hvort það birtist á kratanum eða á hans fréttablaði, en hvað við hefum geta gert fyrir peningana sem Sjálfstæðisflokkur og Framsókn færðu þeim efnuðustu og bara fer yfir hvernig búið að vera lækka skatta á efstu lögin undanfarnar 3 ríkisstjórnir á undan og það eru ófjármagnaðar skattalækkanir, þannig að það er bara, þú veist, og fólk finnur þetta á sér, svo eru þau svo sem til í að tala innviðaskuldina, en það gleymist alltaf að þessa mjúku innviði, skuldin sem er inn í kerfunum. Og líka hver skuldar, það er náttúrulega þeir sem fengu skattalækkunina sem skulda innviðaskuldina og það eru fjármagnseigendur, stór fyrirtæki. Sigmundar Davíðs leiðréttinguna. Nei, og líka bara afnám eignaskatta og lækkun fjármagnstekjuskatts og lækkun fyrirtækjaskatta og lækkun erfðafjárskatts sem er bara gjöf til hinna allra ríkustu og þar undir götunum sem margir í kringum okkur vera að byrja að tala að snúa við, hækka skatta aftur. Mér er svo verkamannaflokkurinn í Breitlandi sem lofaði að hækka enga skatta. Hann er að skoða erfðafjárskattinn og hann er að skoða hitt og þetta. Þetta gengur náttúrulega ekki. Þeir sjá stöðuna og ég meina Frakkland er náttúrulega í mikilvæg tónstöðu og þetta er að gerast víða út af því að það þarf að fara í þessi auknu útgjöld þar sem við reyndar erum alveg að sleppa við. Við þurfum bara að koma okkur í að reka kerfin okkur eðlilega og sinna viðhaldinu á vegakerfinu. En við gáum eftir, þú veist, vörugjöld á öllum bílaleigubílum og vörugjöld á rafmagnsbílum og niðurgreiðslu á, þú veist, og þeir þurftu ekki að borga neitt í áraraðir. Núna er öskrað skattpíning, þú veist, þegar að rukka eitthvað smotteri og þannig er bara verið að berjast fyrir að ná inn tekjum sem að voru gefnar eftir til þess að reka vegakerfið. Og svo reyndar kemur, þú veist, allur rafbílaflotinn með sínum þungu batteríum á nagladekkjum hér sem er einstök tilraun í heiminum, þannig að veginnir eru allir konir með svona vassrásir af því að það banna að tala að banna nagladekk. Þetta er bara svona dæmum að staðreyndin að komast aldrei að, heldur alltaf bara í einhverjum svona slagorðastíl. Allir vöruflutningar fluttir á vegakerfið. Fyrir vörubílar eins og 14.000 fólksbílar. Það er engar álögur á einskip og samskip sem hafa gert þetta. Þau eiga eiginlega alla vegaskemmtur í Íslandi bara. Ég meina það voru 2 greinar svo ég pluggi nú aðeins vikuritinu sem ég er ritstjóri bara HS Orku og svona skattastruktúrana þeirra sem er náttúrulega alþekkt úr öllum álfyrirtækjunum að þau vorum að tala þau, hvernig þau búa til skuld frá móðurfélagi til að greiða og 11% vöxtum úr landi til að þau eru ekki að borga neina skatta hér á landi. Og þú ert að segja skuldinni var til það verið að flytja inn eldgamalt álver selt á uppspyrndu verði. Og svo er HS Orka að gera það líka sem er að fá milljarða varnir úr ríkissjóði fyrir Bláa lónið HS Orku og það eru í þessum 2 greinir sem Indriði Þorláksson skrifaði að þar er bara sýnt fram að þetta séu tæpir 2,6 milljarðar af töpuðum skattekjum fyrir ríkissjóð sem eru þarna og þetta er alvitað að öll álverin 3 gera þetta og þetta er viðgengist að því að við höfum Þú búið að vita áratugum saman ekki vilja að leggja álögur á hvað þarf að eiga sér stað til að við sjáum breytta skatt stefnu í þessum málum að því við sjáum flokkarnir á þingi þó að þetta sé þetta öðruvísi áherslur núna hjá ríkisstjórninni að þá sjáum við samt þetta er í grunninn svipuð efnahagspólitík og þá að einmitt almenningur vil eitthvað eitt og þá sjáum við ekki endurspeglast á þingi því við vitum að Ísland er ríkt land og við vitum að það er alveg
hægt að skipta í rauninni með sanngjarnari hætti því sem við höfum úr að móða en það virðist ekki vera vilji til þess og mann einmitt líka þegar þessi ríkisstjórn núverandi var kynnt og það var alveg sérstaklega tekið fram, bara við erum ekki að fara að hækka skatta. Já, ekki það nú samt. En það eru 2 mál sem við verðum að ræða. Annars vegar það náttúrulega föstudagurinn og kvennaverkfallið og hitt það eru 30 ár í dag síðan að snjóflóð féll á Flateyri. Ég var að segja smára frá því á leiðinni hingað að við þekkjum til fjölskyldu það sem að ung hjón og 3 börn þeirra fórust. Það voru 5 sem fóru út úr einni fjölskyldu og þetta var náttúrulega hryllingur. 9 mánuðum eftir Súðavík. Var ekki? Voru ekki 9 mánuður á milli? Súðavíkur og þetta var bara ræðilegt sko. Það var svo bölvun lægi yfir Vestfirðingum. Já. Þetta var svakalegt. Það var sko lítil stelp á Súgandafirði, það engin snjóflóðahætta. En hún var náttúrulega eins og aðri krakkar hana, náttúrulega mjög stressuð og svo sáu foreldrarna það að hún tók munnstykkið af blokkflautunni sinni og svaf með það undir sænginni til að geta gefið frá sér hljóð sko. Já. Þetta er ekki bara í þeim byggðalögum sem það var, þetta er bara náttúrulega, þetta er hryllingur. Þetta er svona sögur frá síðustu öld, lok síðustu aldar eins og álversuppbyggingin en ég átti vini sem voru í björgunarsveitum á þessum tíma. Ég var ekki í björgunarsveitum en ég hef svona reynt að draga upp úr þeim sögur sko, sem er ekkert auðvelt í það fóru náttúrulega varskip úr Reykjavík í brjáluðu veðri. Ég man ekki hvort en voru 2 sólarhringa var það ekki sem sagt björgunarsveitina fyrir vestan voru 2 sólarhringa án utanakomandi aðstoðar. Það var brjálaveður og varskipóðin því var siglt bara á fullri ferð upp í veðri sko. Hver haldi sér sko. Þeir voru allir ælandi sjóveikir á leiðinni björgunarsveitarmenn hefur mér verið sagt sko. Það var alveg stórkostleg sigling sko. Að komast bara og það var allt verið þannig til hins ítrast og svo koma menn allir að grafa upp þannig að þetta það er eiginlega hálf óþægilegt að rifja þetta upp sko. Þetta er alveg hryllileg upprifun. Bara eins og gamli mokkin, ég sá þess að mynda forsíðu mokkans þennan dag sko, þetta er bara sko 30 manns bara úr einu viðalegi. Hræðilegt. Ég held að Vigdís hafi sagt að það var Vigdís bæði í Súðavík og Flateyri, þá var Vigdís sko þjóðhöfðingi sko, hún var höfðingi. Heldur betur. Hún var það svo sannlega. Já, það er eftirminnilegt hún kom gangandi inn í íþróttahúsið að Torfunesi í Ísafirði. Hvað bara munaði mikið hana inn í húsinu. Og Davíð reyndar var ágættur líka sem forsætisráðherra, hann svona talaði miklu viti. Lofaði yngum bara, huggaði bara. Það er svo sem ekkert gaman að rifja upp, en þetta er 30 ár síðan og 9 mánuðum fyrir var að Súðavík. Og það svona er þetta. Þetta sýnir náttúrulega bara hvernig landi við svo þrátt fyrir allt sem við erum búin að gera þá snjóflóð sem fjalla á Flateyri í fyrra fór niður í höfnina og á íbúðarhús og það er ekki nógu gert sko. Og það er náttúrulega verið að gera varnir en svo er það líka og þetta er svo sem að gerast allan heim svo ég tekja þetta út af loftslagsbreytingunum er að verða meira af hamfara einhver flóð sem er að vera einu svona 200 ára fresti eru farin að vera á 20 ára fresti það eru hér, það hefði getað að fara illa á Seyðisfirði þegar fjallið kom þar niður í Dröllu það er enginn hafi orðið fyrir þessu það var að mólkindum og það hefði getað verið stærra og það getur komið aftur þannig að sko, þetta er bara og við erum auðvitað með þetta fyrir vestan sko það var sko núna grjót sem að fjalla á Súðavíkurhlíð úr hlíðinni á veginn sem var bara þannig að það hefði enginn komist lifandi úr því ef þetta hefði verið bílar á leiðinni sko. Það er eitt ferðamaður búin að deyja sem fyrir undir Eyjafjöllum þannig að þetta er bara að byrja á eftir að aukast frekar en hitt út af loftslagsmálunum. En við vottum þeim samúð sem við höfum sortabinda. En þá var það föstudagurinn, Sanna.
Varstu niður í bæ? Ég var niður í bæ. Það var alveg magnaði erindi veröld sem ég vil. Það var svona hópadri á Austurvelli í dagskráni sem var þarna á stóra sviðinu. Ég sá þetta í sjónvarpinu. Og ég bara held að hafi ekki verið vott auga þarna á hólnum, sko. Þetta var hópur sem var að nefna alls konar staðreyndir og í rauninni taka fram af hverju við þurfum að halda áfram. Bara þetta er ekki komið og það einmitt svo oft talað á Íslandi eins og þetta sé algjör jafnréttisparadís og það sé bara svo frábært og konur ráði alls staðar en það breytir ekki þeirri staðreynd að við búum með þetta bara við ójöfnuð og við búum við ójöfnuð sem að bitnar á konum og fátækum konum, fötluðum konum, konur af erlendum uppruna sem eru með lengri og óreglulegri vinnudaga og alls konar svona staðreyndir dregna fram. Og svo þetta er það líka sko baráttan gegn kynbundnu ofbeldi og 40% kvenna á Íslandi sem að hafa orðið fyrir ofbeldi líkamlega eða kynferðislegu. Þannig að þetta eru auðvitað staðreyndir sem að eru til staðar í þessari svokallari jafnréttisparadís Íslands og bara gott að sjá samstöðuna á kvennaverkfallsdeginum en við sjáum líka könnun birtast þar sem að þjóðin virðist svona klofin í afstöðu til þess hvort að jafnrétti sé náð og það virðist frekar vera karlmenn, var það ekki 60%? Eða í kringum 50-50, man ekki alveg, en sem lítur sér þetta á að jafnrétti væri náð og svo líka athyglisvert að skoða tölurnar hjá yngsta hópnum sem svaraði könnunni, hvernig það skiptist þar á milli kvenna og karla og ég meina já, maður hefur kannski áhyggjur af framtíðinni að meðan að það er gott að sjá alla samstöðuna að þá sjáum við líka orðræðu bara er þetta ekki komið og af hverju, þú veist, er það kvarta svona mikið en þetta snýst alltaf þessa samfélagsgerð sem gerir það verkum að það þarf að uppræta. Það er ýmislegt áunnist en hellingur eftir. Hellingur eftir. Og mér finnst líka, þetta var 60% kalla. Já, einmitt, mér finnst líka dálítið sérstakt. Ég sá það var alls konar viðburðir á þessum degi og bara mjög gagnlegt að geta einmitt farið í sögugöngu og svona fengið upplýsingar söguna og skipulagt af kvenna ári viðburða þeim sem voru að halda þennan viðburð. En svo sér maður, það var verið að skála, ég held í Víni, það var einhver viðburður, af 2 stjórnmálakonum í flokki í ríkisstjórn og mér fannst það bara mjög sérstakt. Ég bara verið að viðurkenna það. Mér finnst það mjög athyglisvert að það sé eitthvað svona boð að við séum að skála, þú veist, fyrir hverju, af því þetta er baráttudagur, þó þetta sé gleðidagur, þá er þetta líka baráttudagur og já, mér finnst þetta bara í ljósi alls sem er að gerast. Ég upplifði daginn alveg sterkt eins og fyrir 2 árum. Ég fór reyndar, ég var aðeins seinni, ég fór hjólaði út í bílaverkstæði ná í 18 ára gamla bílum minn og viðgerð, þannig að það var svona kalla vinnustað og svo fór ég með hann í skoðun af því hann var að koma viðgerð. Það var líka svona kalla, þannig ég var í einhverju svona kalla umhverfi og kom of seint en síðan fór ég að pumpa hann á benstöð og þá var allur hópurinn að streyma hana hjá úr bænum aftur, þannig að maður upplifið það og svo náttúrulega horfði maður á þetta í miðlunum, en það sem hvarflaði mér við það var að einmitt þetta sem þú ert að segja, að við virðumst þurfa svo að vera einhvern veginn svona best í heimi og svo frábærlega hvort sem við erum að tala skattana eða jafnréttið, en sko ég bjó í áratug í Skandinavíu og börnin mín að stórum hluta til upp þar og mér finnst Ísland ekki vera mikið jafnréttisland með við það sem upplifið þar voru ekki kannski 50-50 sem að ég held að ég ekki að vera einhvað markmið en þar voru kannski þriðjungur leikskólakennarana kallar píparar og rafvirkjar voru örugglega svona 30-40% konur eða stelpur þú veist þannig að og maður sá úti labbandi með barnavagna jafnoft feður eins og mæður og kannski saman í hóp hérna. Ég held ég hef aldrei séð pappa saman í einhverjum smá hóp með barnavagn á Íslandi og ég heyrði einhverju sögur af því þegar það var hækkað fæðingarorlofið til að því það átti að vera það sem þurfti til að pappanir færi í fæðingarorlof þá var börnunum skilað til mömmu og þeir fóru í golf þú veist. Ég held að við séum svolítið eftir á þarna ennþá og þetta einhver vandi að því að ef maður gaggrínir að þá maður einhver svona föðlandsvikari eða leiðindapúki eða skemma stemminguna og ég bara reyna að benda á staðreyndir, tölur þú veist en við bara viljum ekki heyra óþægilegu töluna því við komum hæst í einhverjum mælingum og sko
það nú einn vandinn að því að var að vísa í OECD-tölur og skattaðan, sko. Við jafnvel ljúgum bara tölum sem við sendum út í alþjóðlega stofnanir. Ég hef bent á það nokkur sinnum í greinum hjá mér sem svona athugasemdir ritstjóra þegar koma OECD-tölur það sem endurmat útgjalda hjá hinu opinbera, það var grein fyrir í vor, þú veist að þar kemur eins og Ísland gerir það frá opinberum tölum OECD, en það engin dæmi til það. Þú veist, þannig ég bara núna benda á dæmi á annan hátt heldur en Sanna var að gera, að við erum ekki þessi jafnréttis paradís sem við viljum trúa að við séum. Það bara leiðilegt að þurfa að vera flagga fyrir því allavega, ég meina við náum ekki einu svona mentapípara og rafvirkjar sem við þurfum, við flytjum þá inn frá útlöndum og ekki held ég að lausnin sjá að eiga flytja inn kvenkyns rafvirkja eða pípara. Ég fór í heimsókninu sinni hér fyrir löngu síðan í Borgarholtsskóla og þar voru stelpur að læra alveg ólíklustu miðað söguna innigreinar, það bílamálum, bílaviðgerðar og það er búið að gera heilmiklar umbætur á þessu en það tekur náttúrulega bara einhver ára. Þau eru með gamla Jaguarinn hans Halldórs Laxness í uppgerð. Þetta er svona alvöru vinna sem þau þurfa að krakkarinn, sko. Þessi frægi bíll. Það sem að mér fannst með föstudaginn kannski aðdraganda þessa dags vera enn eitt merki ákveðið bakslag. Að það skildi í alvöru vera markviss herferð gegn baráttudegi kvenna. Hvar var hún? Í öllum fjölmiðlum. Hvar varst þú? Kópavogi. Ég meina það var bara rosalega kröftug umræða gegn þessum degi. Maður hugsa bara, af hverju erum við þarna? Af hverju erum við komin á stað? Að við getum ekki unað konum að eiga þennan baráttudag og koma saman og fara í þetta verkfall og halda upp á 50 ára baráttu. Þetta var heimsviðburður og var aftur heimsviðburður núna. Því miður heyrði ég að það hefði verið einhvern veginn uppi einhver svo hugmynd að hafa ekki þessa fjöldasamkomu þarna sem að var á föstudag, að það hefði í rauninni verið bara svona á síðustu stundu af því að það hefði verið svo stór viðburður fyrir 2 árum sem að ég held að hafi bara verið einhver hugsanafeil en það breytir í rauninni engu af því að þrátt fyrir þessa svona massífu neikvæðu orðræðu alla síðustu viku gegn þessu að mæta þarna það var alveg ótrúlega góð mæting og mætingin alveg bara frá því, ég meina sumar konur gátu verið þarna og hvað gátu verið sko á alls konar ráðstefnum morguninn þeir sem að gátu farið á það en svo var þarna söguganga sem hófst 1:30 og ég heyrði í mörgum, það voru margar konur sem höfðu áhyggjur af því að það yrði ekki nógu góð mæting af því að það var búið að vera svona mikill svona áróður gegn þessu að þetta væri fullt jafnrétti væri náð það voru þessi könnun 61% kalla sögðu að það væri komið fullt jafnrétti konur væri í æðstu stöðum og þar með væri það merki að það væri bara baráttunum væri lokið en það var alveg svakalega góð mæting og stemningin á Arnarhóli ótrúleg og svo þegar kvöldatók þá sá ég færslu hjá góðri konu á Facebook þar sem að hún hafði farið í launareiknivél STF sem er samband stjórnendafélaga og þar ákvað að prófa að sjá hvernig launin eru reiknuð þarna að þessari launareiknivél sem á þá að vera einhver svona vísbending það hvað þú getur farið fram á sérstu aðili þarna og það voru breyturnar sem þú áttir að setja inn í þessa launareiknivél til þess að fá að vita hvers þú mættir vænta og þú áttir að merkja við menntunarstig þitt og það var þarna sett BA eða BS gráða hver er starfstitill þinn, verkefnastjóri hversu lengi hefur verið í núverandi starfi 15 ár eða skemur í hvaða geira starfaru, almennum geira hver er starfsmannafjöldi fyrirtækisins
26 til 100 og hefur þú mannaforrað, já, 6 til 10 manns undir þér og hvert þitt starfsvettvangur, framleiðslufyrirtæki og þú vinnur í dagvinnu. Eina breytan sem var ekki eins var annars vegar konur og hins vegar karlar. Þetta var svo launareiknivél. Þannig að það var allt sem ég taldi upp var eins á báðum stöðum. Á öðrum var kona og þar var sagt að gefnum forsendum ættu meðallaunin að vera 778.387 krónur. En ef þú settir karl sem einu breytuna sem var ólík, þá var sagt að gefnum forsendum á ofan eru meðallaunin 884.089 krónur. Þarna munar 105.000 krónum á milli, bara vegna kyns, eingöngu. Og þetta reiknivél sem notuð til þess að fólk geti áætlað hvaða getur farið fram á í launum. Sko, erum við í alvöru að tala að það sé fullt jafnrétti? Nei, ekki. Það ekki þannig. Og svo ef við förum aftur yfir í þriðja starfið, sko, allar kannanir sem eru teknar á hverju einasta ári sína að konur bera megin þungan á þriðjuvaktinni og fjórðuvaktinni. Það bara þannig. Og það hefur aldrei verið jafnt. Og það hefur aldrei verið þannig að kallar beri meiri ábyrgð þarna. Það bara ekki þannig. Og ef eitthvað þá finnst mér að sé líka ákveðið bakslag þar. Að strákar séu bara síður að taka fæðingarorlof. Og að því þú vorst að tala um fæðingarorlof, ég alveg að fara að hætta þessu randi, að þá var ríkisstjórninni mikið mun að hækka þakið í fæðingarorlofinu en gleymir að hækka gólfið. Það að segja að þær konur og þau foreldrar sem eru á lægstu laununum lendi ekki í þessari skerðingu. Þú veist, það eru 80% af laununum og það áauðvitað að hækka gólfið, sko. Þannig að ef þú á, sko, mjög lágum launum þá færðu bara 100%, ekki 80%. Já, þú að fara að þinga aftur, Bergala. Já, nei, ég kem bara hinga og randa. Mér tók eftir þessari svona neikvæðni, þetta var í fréttaflutningu og dregið upp í öllum fréttum, svona að einhver hafði eitthvað á móti kvennaverkfalli að aðtóka. Það var það eiginlega aðalfréttin. Ef það kom einhver sem var að undirbúa kvennaverkfall, þá voru þær spurðar alltaf andstöðuna, já nú könnun sem segir að ungir karlar séu í láði eins og það sé eitthvað mál, sko. Það kom fram í öllum þessu könnunum að yfirgnæfandi meirihluti kvenna upplifir það ekki að jafnrétti sé náð og því lengur sem að konur lifa því ljósara verður þeim að jafnrétti ekki. Ég held að það verið 2% kvenna yfir 30 held ég, eða hvort það verið 40 sem töldu að það hallaði á kalla. En sem var ríkari skoðun á meðal yngra fólks undir 30 og það var svona bent á það að þarna kannski hópar það sem að börnin eru ekki komin og atriði sem þú ert að nefna hana með aðra, þriðju og fjórðu vaktina sem að þannig að yngra fólki hefur kannski, og svo maður náttúrulega þegar maður ungur og þá heldur maður að framtíðin verði björt sem að maður svo bara eldist að þá áttar við ekki á því. Ég tók eftir því í fréttum að maður sá myndir sem voru nákvæmlega eins og fundurinn fyrir 2 eða 3 árum. 2, já. Þar sem okkur var sagt að það hefur 100.000 á Arnarhóli. En nú sagði RÚV okkur að vera 50.000 og ég bara skilði ekki. Og miklu fleira. Já, ég veit það, en það þessi svona neikvæðni sem var gegn þessari aðgerð, að hún síaðist inn í alla umræðu og það svolítið þannig að þeir sem eru eiginlega svona að tala gegn að samfélagi að stefna að auknu jafnrétti, auknu jöfnuði, að við að viðhalda mannúð í samfélaginu og svona, að þeir sem eru að andmæla þessu, sem var eiginlega svona eitthvað svona samfélagssáttmál að vera markmið okkar að búa til betra samfélag fyrir alla, að búa til það sem allir, að vera þjóðarheimili þar sem allir getu verið, hvaða kyni sem það hvernig sem fólk á liting, hvaða trúir, hvort það hafi fæðst í Borgarfirði eða í Bosníu eða þessu allir velkomnir, að svona þessi hugmynd sem ég held að sé hugmynd svona yfirgnæfandi meirihluta þjóðarinnar,
að þeir sem eru að andmæla þessu, að þeir einhvern veginn vegna þá stjórnar umræðunni og það sem hefur gerst undanfarið að maður má ekki andmæla þessu fólki, af því að þá maður raunverulega að ýta undir það. Þannig ef þú ert að segja að ég meina þú ert að halda fram mannúðlegum sjónarmiðum þar sem verið að flokka fólk, að sumir hafi eiga að fá fullan rétt en aðrir bara halva rétt af því þeir uppfylla ekki eitthvað skilyrði sem þú ert með í hausnum, að þá maður sakar það að maður sé eiginlega að búa til skautun í samfélaginu. Þannig að með orðið eitthvað, ég held að fjölmiðlar verða aðeins að velta þessu fyrir sér. Hvernig að láta narra sig út í það að normalísera mannfjandsamlegar hugmyndir sem að vaða og flæða yfir alla fréttir, alla umfjöllun. Við erum með fréttir úr þinginu og við erum svolítið sekað þessu, við erum að tala menn sem að tala að Íslendingar eigi að mælast til þess að Trump frá friðarverðlaun, þótt allir vita að það bara hann ekki að vinna neinstara yfir neinu friði. Hann er ófær að greina vandan sem að liggur á bakvið átökin í Palestínu eða í Úkraínu, hann er ófær það. Hann er að fara að ráðast inn í Venezuela líka. Hann er að fara að ráðast inn í Venezuela, hann réðst inn í Íran, hann er ræðst alla þjóðir sem eiga olíu. Þessi neikvæða orðræða sem var einmitt málið upp, mér fannst það vera dálítið svona eins og það ætti að skella skuldin á skipuleggjendur kvennaverkfallsins, að segja bara svona það var ekki nógu skýrt hjá ykkur að þetta ætti að vera heill dagur, átti þetta ekki bara fyrst að vera hálfur dagur eða nægur tími til að fara á viðburðin og bara eitthvað eru þið ekki í ruglunu fyrir að hafa ekki skipulagt þetta nógu vel. Þetta eru þetta skipuleggjendur að skipuleggja fullt af viðburðum og þessa dagskrá í ljósi þess að bara hver staðan eru sífellt að draga fram þessar staðreyndir stöðuna á Íslandi, en það einhvern veginn bara eitthvað svona, já, byrju, þið ekki bara klikkað í planinu, þið nokkuð skipulaða konur, þið nokkuð með þetta á hreinu, þetta var nú rosa ruglislegt hjá ykkur, þannig að mér finnst það líka athyglisvert að því við erum að tala orðræðina og hvernig að dregin upp mynd af þessu og var ekki líka verið að rífa niður einhverju auglýsingar í Kópavogsbæ og formaður samtaka atvinnulífsins sem kona. En það sýnir okkur bara, framkvæmdastjórinn, það sýnir okkur hvað við þurfum að greina þetta alltaf út frá stétt. Það ekki hægt að segja bara eitthvað, já þarna einhver kona og þá verður allt gott fyrir konur. Þannig að, það ekki nóg sko. Þetta svona bullying, ég veit ekki hvað kalla á íslensku, svona attitude. Þú veist, að heyra þig lýsa þessu, því ég var ekki að fylgjast með, en þetta bara minni mig á aftur svo ég fari í sögur af lokum síðustu aldar, eða það var kannski 2001, þegar ég byrjaði upp í háskóla að vinna þar í stjórnsýslum, þá var nýkomið út, þá var verið að koma á jafnréttisfulltrúa starfi í háskólanum og það var gerð skýrsla kynjað orðfæri í dómnefndarálitum og það sem var sýnt fram á hvernig kallanir áttu stöðugan birtingarferil en konur áttu svona frjósum tímabil sem komu síðan gloppur í, þú veist, og dómnefndirnar að meta hæfi að því að og svo kom skýrsla út þetta og þá var einhver tafla það sem var ein tölfræðivilla í einum dálki í einni af 10-20 töflum skýrsluna og öll umræða þarna, þetta fyrir aldarfjórðungi, hún fór í, og það var einmitt svona kallar sem komu þá til að sýna nú fram á, að því að þetta var einhver ógn við þá greinlega, þessi skýrsla, og að sýna fram á aftur staðreyndirnar bara. Og þá fór öll umræðan tölfræðivilluna þannig í töflu 3B. Já. Að konur kynni nú ekki starffræði og þetta væri nú bara ómöguleg og bara aðalatriðið glemdist. Og mér finnst stundum eins og við séum búin að færast voðalega lítið á Varðandi stéttabaráttu og kvennabaráttu. Það var náttúrulega rifjað upp fyrir 50 árum og það var mjög merk ræða sem Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir hélt þar og sömuleyti var það líka bara merkt af því að þannig kom láglaunakona og hélt ræðu og við vorum bara ekki komin lengra það samfélag. Ég held að við með ennþá verið að þéra fólki í sjónvarpinu eða ávið og svona það fekk eiginlega enginn mikrofónin nema að vera biskup eða forsætisráðherra eða fítkall. En hún talaði mætti þar og hún talar svolítið að kvennabarátta og stéttabarátta farið saman. Mér finnst það hjá þeim sem eru núna fulltrúar láglaunakvenna að þeir séu að eiginlega hafna því að þau þurfi á kvennabaráttu að halda sem mér finnst vera mjög sérstakt. Það til dæmis ég sé á heimasíðu Eflingar, það var ekki frí út af kvennaverkfalli þar, það var frí vegna þess að voru flutningar á skrifstofunni. Sólveig Anna segir að það verði láglaunakonur fá ekki réttlæti nema með sameiginlegri stéttabaráttu kynjanna.
Nú það þannig að það minni launamunur hjá lægstu stéttunum af því að kallarnir eins og konurnar eru dottin niður á sko að vinna öll bara á hráum taxtanum sem var öðruvísi þegar við vorum að vinna verkamannavinnu í sínum tíma. Þá var það var vöntun á vinnuafli, þannig það var svona yfirborganir hér og þar og ýmislegt gert til þess að halda okkur á hærri launum á meðan að konurnar fengu það ekki. Nú munurinn sáralítill og það summilegt að við myndum horfa bara á efnahagslega stöðu kvenna. Þá gætur það sér svo að það að vera að benda á þess að þú varst að gera áðan, sem eru sérfræðingar að vinna hjá ríkinu og svona, þetta sé eiginlega mál fyrir betursettar konur á vinnumarkaði, þessi launamunur, af því að launamunurinn sáralítill þarna fyrir neðan. En hins vegar hefur komið fram í öllum konunum eins og var í tengslu við MeToo sem að sýndi það að kynferðislegt ofbeldi meira eftir því sem þú ert valdaminni í samfélaginu. Það meira ef þú ert innflytjendakona heldur en aðflutt og það meiri kynjakúgun meðal lægstu stéttanna heldur en hæstu og lægstu stéttirnar hafa til þess ekki val það eða hafa ekki frelsi til þess að til dæmis að flytja eða þetta skilja, heldur eru miklu algengar að konur séu þar bundnar efnaslugum böndum inn í sambandi við ykkur að kalla. Og mér finnst þetta skrítið ef að sko láglaunakonurnar, það sem aðalegu Bjarnfreðsdóttir hafði væntingar séu að yfirgefa kvennabaráttuna og telja að hún sé bara fyrir betursettar konur. Mér finnst það mjög alvarleg beygja sem að vera að taka. Já, ég bara sammálaður. Af því að auðvitað ef einhver ætti að vera að berjast, að þá það einmitt málsvarar þeirra sem eru á lægstu launum. Bara algjörlega. Þannig að auðvitað. Þannig ég tek út þetta. Ég bara skil ekki alveg þennan vinkil. Við þekkjum það sem synir einstæðra móður sem var láglánakona og þetta berjast fyrir að sko hennar, það sem hún horfði á og sá von í var kvennabrótan. En þá það líka þetta með þriðjuvaktina af því að þar verður svo minni möguleiki á að taka að sér alls konar auka vinnu til þess að hífa upp launin. Það hjá þeim sem með þriðjuvaktina algjörlega ábyrgðin á henni og það meira hluta konur. Og ef við skoðum líka kynskipta vinnumarkað og við skoðum eins og til dæmis úttektir og rannsóknir Vörðu að við sjáum til dæmis bara andlega heilsu ræstinga kvenna og ræstinga starfsfólks, þú veist, hún mjög slæm. Við sjáum Vörðu spyrja spurninga eins og bara hefur efni á því að kaupa 2 skópur og það með talið 1 skópar sem vatnshælt. Þú veist, þetta eru spurningarnar sem fólk að fá og ekki öll geta tikka við og sagt já. Þannig að þetta eru þetta líka afleiðing dálítið þess að kynskipta vinnumarkaðar og svona störf sem að tengjast í að hugsa aðra, sjáum aðra, þrífa eftir aðra eru bara ekki metin. Út frá því virði sem þeir skila til samfélagsins, út frá því álagi sem sett á konur og við sjáum að konur eru einmitt ef við skoðum örorku og nýliðun örorku og þetta eru oft konur sem eru kannski í kringum 60 sem eru að koma inn á örorku og þá hlýtur maður að spyrja sig bara hvað í þeirra lífsferli sem hefur leitt til þess hafa kannski verið í krefjandi vinnu, láglaunastarfi sem krefjandi bæði andlega og líkamlega, eru einstæðar mæður, eru að sjá eldra fólk og yngra fólk í fjölskyldinni, einhvern veginn þessi umönnunar byrði sett á þau að því stofnanir samfélagsins ekki að virka til að grípa þau sem þurfa stuðningnum að halda, þannig að það þarf þetta, þú veist, ég segja mitt bara kvennabarátta stéttabarátta og mér finnst þetta svo flott að skoða myndir frá því að þetta var fyrir 50 árum, þú veist, þessi borði sem var þarna á sviðinu, mér finnst hann alltaf svo flottur. Ég held, ef ég má taka þetta yfir í hagfræðina til að draga saman það sem þið segið, sko, til að átta sig á að því já, alveg vini svolítið svona báðum megin, hvernig ég á að lýsa því að því að sko Kalla konur eða? Nei, ef maður á vini til dæmis sem listafólk og svona, það alveg með eflingar, skúringarkonunum í lífskjörum, sko. Þú veist, bara listamannalaun eru einhver verktakagreiðsla sem laun upp á, bara sem rétt atvinnuleysis og þú fær kannski 6 mánuði
9 mánuði þannig bara ég þekki síðan bara björgunarsveitarmennina síðan var að segja eitthvað frá síðustöld sem eru læknar núna eða verkfræðingar eitthvað svona það er mjög áhugavert þegar maður sér báðar hliðarnar að sko, og mér virðist að það sé svona sko gliðnandi stækkandi gjá á milli og ég hef stundum talað þetta hérna áður en núna kannski svona slumpa já að það sé einhver svona neðrsti þriðjungurinn og svo eru svona 2 efri þriðjungarnir og að vandinn okkar hefur verið einhverju leyti góðæri eða það sem hefur gengið vel eða bólan sem hefur komið að ferðamönnum með einhverju öðru og þessi breyting á síðasta áratug sem ég var að vísi úr greiningunnar Þórðar Snæs það sem lækkaðar álögur og skattar á efri hlutan sem geta keypt sér rafmagnsbíl niðurgreiddan og ég er ofta að spyrja hægri vini mína, finnst þér ekki óþægilegt að fá 1 milljón niðurgreiðslu ríkissjóði á bílinn, hvers konar stolt það gagnvart bílnum og hægri mennskunni en það er sem sagt niðurgreiðsla á höfuðstóð húsnæðislána einhverju 50 milljarðar margfalt á við það sem er stuðningur við lægri hluta húsnæðiskerfisins og útkoman úr þessu er að talandi hvað tískuorðin sem eru skautun eða polarisering að ef þú ert bara í annarri hvorri bólunni að þá skilur ekki hinn þú veist, bara að því það er allt bara svo fínt og gott ef maður hlustar á fjármálaráðan hér í Vitali á okkur eða morgun og svo ef maður hlustar á einhverja sem er í baráttunni að það er bara eitthvað svona gap þann á milli og síðan er sko efnahagstjórnunin sem er hér mjög svona afmörku við svona neoliberalisma sem er margir búin að fara af í löndunum kringum okkur. Þú veist, ég bara ég skrifaði greinum þetta hvernig Seðlabankinn í Bretlandi er hættur að taka tillit til sumra þátta í vaxtaákvörðunum að því þeir lærðu af COVID að framboðsvandinn leysist ekki við að hækka vexti. Þú veist, ég meina, Lagarde sagði þetta með gasið, lækkar ekki verðið ekki að hækka vexti. En hér er bara keyrt áfram með háum vöxtum og húsnæðismarkaðurinn bara fyrir meira og meira skýbrot áður en að síðan kemur dómurinn, sko. En þenslan sem að þeir eru að reyna að berjast við með þessum háum vöxtum sem er að pína þennan neðsta þriðjung, að hún er öll að koma úr vösunum hjá efri 2 þriðjungunum og bara ekki dempa því það má ekki hækka skatta þar, það má ekki gera, þannig að efnahagsstjórnunin er algjörlega á einhverju módeli sem að miðar við eitthvað allt annað samfélag við erum í og svo er búið að svona gíra í báðar áttir þannig að gliðnun er bara svona búin að aukast og ég held að við séum á svona einhverjum punkti núna þú veist að því þetta er búið að vera svona verra en svo allt í einu. Kannski aðalega frétt vikunar er það að bankarnir breyttu lánakjörum á íbúðalánum. Þannig að það er líklega helmingur af þjóðinni sem hefur ekki tekjur til þess að mega kaupa sér húsnæði. Það er líklega komið þangað. Það var þriðjungur sem er eiginlega haldið út að geta ekki eignast húsnæði og eru dæmd til þess að vera á leigumarkaði sem er óregluvæddur og þar sem leigjendurnir er ekki varnir og einmitt hefur betur setta fólk og auðfólk er eiginlega að nota hérna kannski fátækasta þriðjung samfélagsins sem svona leið til þess að afla sér mikil að tekna. Já, bara niðurgreiða íbúðina fyrir börnin sín sem kaupir bara fleiri íbúðir. Við sjáum þetta bara í tölum Hagstofunnar, þú veist fjöldinn þeirra sem er að eignast fleiri en eina íbúð, þú veist þetta fer bara vaxandi, þeir sögðu bara til sín eignum og leigja síðan til fátæka fólksins og fátæka einstæðu mæðurnar. Ég get alveg skilið að láluna konur séu bara eitthvað afgræða til sem feminista því hvað hefur feminismi gert fyrir mig komið einhverjum konum í toppstöður sem eru með 2 milljónir laun á mánuði og hvað en þá er ég að leiga 300.000 þannig að auðvitað get ég skilið að láluna fólk sé bara byrjuð afgræða titla mig feminista þú veist ég kemst ekki vinni ég þori ekki að fara á kvennaverkfallsdaginn þá verður mér bara sagt upp eða eitthvað svoleiðis þannig að þú veist þetta maður getur alveg skilið kannski að sumir hugsi af hverju ætti ég að vera í þessari baráttu þetta er mikilvægt að við séum öll sameinuð í þessari baráttu myndi ég segja. Þessi fréttir vikunar að það sé verið að loka húsnæðismarkaðnum þannig að það séu bara braskararnir og bara þeir sem eru að kaupa 3. og 4. íbúð til þess að geta grætt á láglaunafólki að það er eina fólki sem kemst inn á markaðinn. Það ætti náttúrulega að vera bara bú út allt samfélag við erum að fara til helvítis
En ég sé ekki, en takk ég þessu viðbröðum neitt alvarlega, sko. En sko sjáu þið líka þróunina eftir að dómur var kveðinn upp í Hæstarétti. Fyrst komu bankarnir út og sögðu bara, já, þetta flott, hérna, þetta var bara, það var ekki fallist á þetta allt saman og við erum bara brött og þetta bara gott. Svo daginn eftir kemur frétt að Landsbankinn hafi sett frekari lánveitingar á bið, af því það verið að skoða málið. Daginn þar á eftir fylgdi held ég Íslandsbanki í kjölfarið og svo byrjar bara eitthvað svona blackmail rúlletta hótanir og ég skil ekki hvað að gerast hérna hjá þessum bönkum. Þeir eru bara, þeir láta bara eins og einhverju kúrekar. Mér finnst þetta einhvern veginn svo brjálæðislegt. Mér finnst þetta bara svo alvarlegt. Það er einhvern veginn engin samfélagsleg ábyrgð í neinu sem að þeir eru að gera. Og mér finnst svo alvarlegt að það skuli einhvern veginn, mér finnst okkur vantar bara líka leiðtoga í stjórnmálin sem kemur bara fram og segir nei, sko, það er ennþá hérna, við erum að fá 4 dóma í viðbóti í þar næsta mánuði, ég meina, málflutningur miðað nóvember og við getum ekki bara farið af stað með svona ofbeldi, þetta er bara ég ætla að reyna að nota ekki það. Stjórnir þessara banka starfa eftir því að þeirra verkefni sé fyrst og fremst að draga eins mikið fé út úr rekstrinum og færa eigendur sín. Já, ég átta mig á því. Þeir hafa enga samfélagslega ábyrgð, þeir hafa bara ábyrgð gagnvart þeim sem eiga hlut í bönkunum. En ég bara saknaði svolítið að við eigum leiðtoga sem að kemur fram og þorir að segja svona gerum við ekki. Já, það er klikkunin í okkur. Ég vil það. Ég vil að það komi bara einhver fram sem segir bara, nei, nú stoppar festan. Þið getið ekki hegðað eitthvað svona. Þetta er klikkunin. Við höfum falið bankarekstur og deilingu peninga í samfélaginu í hendurnar á fyrirbrigðum sem að hafa það eina markmið að ná sem allra mestu peningum af þér og færa eigendan. Og þetta teljum við vera heilbrigt og gott eftir svona verð. Það er klikkunin. En svo er flokkur sem sko feminíska því þau eru með eitthvað viðburð hvernig konur geta keypt hlutabréf, þannig að það er þessi samfélagslega ábyrgð og það er konur sem eiga nóg að bankainnistæði geta nú fara vel með fjármagnin sitt, þannig að það er nú svona jafnréttisvinkillinn sem er oft þarna. Breki Karlsson er svo sem er andæft mest í þessu bankamáli. Já, það náttúrulega eru neytendasamtökin fyrir hönd 800 mann sem keyra þetta áfram. Og ég náði nú í blaðamannapassa minn niður í blaðamannafélag til að ég held ég kemist ekki inn í Hæstarétt nema vera orðin formlegu blaðamaður til að verða viðstaddur. Með allir í opnum þingkvöldum með allir með þetta. Já, afhjúpa mína vantekkingu en hérna og hlusta á dómstóru fór svo fram og svo þurftum við náttúrulega bara að lesa dómina á netinu og það koma reyndar tvöföld grein í næstu viku eða í lok þessara viku á föstudaginn og næstu viku frá Gylfa Magnússyni viðbrögðum við þessu en í vísbendingu sem ég ritstýri en sko ég sammála sumu sem þú segir þannig að viðbrögðin eru mjög áhugaverð að sjá hvernig þau eru og á einhverju leyti byggist þetta held ég á sko tvíþættum vanda, annars vegar hinnu íslenska viðskiptaumhverfi sem við vorum að tala um í byrjun, birtist á þinginu að það eru varðhundar sem gæta þess að ekki séu hækkaði skattar og bankarnir eru greinilega að finna út úr leiðir til að halda áfram að hagnast eins mikið á húsnæðislánum og hafa gert hingað til meðan að sko dómurinn byggir á áliti EFTA-dómstólsins ráðgefandi áliti sem er að segja að það má ekki koma svona fram við neytendur þú veist, og þarna þar birtist bara svona evrópsk hérna laga umgjörð og viðskiptahefð sem þar sem að bankar eru með húsnæðislán sem örugustu eignina sína á lægstu ávöxtunarkröfunni og fá ekki og mega ekki nota húsnæðislána gróða til að niðurgreiða tap af einhverjum kísilverum, United Silicon eða annari hérna Hótel Örk eða Hótel Ísland, hvað það er sem maður vil taka úr íslenskri bankasögu af tapi af útlánum til hérna fyrirtækja eða einhverja, ég meina, þú veist, þannig að en þarna verður síðan einhver svona klass að því við erum síðan með okkar kerfi sem er öðruvísin í Evrópu með verðtryggðum leigusamningum og verðtryggingu og sko húsnæðismarkaði sem er í
búin að vera í algjörri skortstöðu undanfarið, þú veist, bæði út að hægt að finna allskynskýringar, innflutningi fólks, ferðamannabólunni, Grindavík og hellingu byggt, en byggt hratt og og alltaf skortur, alltaf verða að fara upp og það sem svo magnaðast í þessu líka, ég skrifaði grein það fyrir 2 vikum, sko, ég meina ef maður skoðar hlutdeild undir liða í vísindölunni, þá það bara húsnæðisliðurinn sem búin að vera að draga alveg frá því mælingar hófust aftur, svo ég fari í sögur frá síðustu öld, frá því mælingar hófust með að við núverandi neysluverðsvísitölu 97-99, að þá það allir aðri liðir hlutdeild þeir búin að lækka, niðurfelldir tollar og sjónvörpum eða það bara húsnæðisliðurinn sem drífur hér áfram þessa verðbólgu og við erum bara í einhverju sko galnri stöðu út af annars vegar þessari gömlu arfleið, ómöguleikann til að gera struktúrbreytingar á kerfum og svo ultra neoliberal hugmyndafræði hagfræðingastóðsins eða hagfræðingastéttarnir í landinu, sama hvar þau eru, þannig en aftur, núna erum við komin bara á punkt þar sem Hæstiréttur segir, nei, með að við Hæstiréttur sagði, með að við hefur rétt, svona gerum við ekki. Nei, þetta ekki hægt. Og við ætlum bara að láta eins og það skiptir ekki máli hvað kom það. Það var verið að gefa okkur vegvísi. Kannski kemur kælingin á húsnæðismarkaðinn og verðbólgan fyrir niður, en sko þetta eins og með álver eða eitthvað svona, þú fristir, sko, þú fristir algjörlega húsnæðismarkaðinn með þessu. Það var 2400 nýjar íbúðir eru lausar. Ég meina, og að svolítið furðulegt að þingi sé ekki að bregðast við í nefndum yfir þessu. En svo það líka þetta að meiri sé að þeir sem voru komnir með greiðslumat voru búnir að fá samþykkt greiðslumat. Það bankinn sem segir, þú getur gert þetta og fólk fór með þetta samþykkta greiðslumat og gerði kauptilboð sem var samþykkt. Heyrðu, og nú leyfir bankinn sér að segja greiðslumatið ekki lengur gilt. Og þá er byttu. Hvernig getur það? Hvernig getur þú bara rift því sem að þú varst áður búin að gera? Má það eftir á? Hvar stendur þá sá sem hafa búin að gera kauptilboð byggt á þessu greiðslumati, sko bindandi kauptilboð? Hvernig getur bankið hegða sig með þessum hætti sko eftir að vera búin að segja þetta? Já, ég var að heyra þá leiðinni hingað í fréttum og ég bara, gilda bara engar reglur hvernig þið hægið ykkur á markaði? Ekki minn sterka, það gilda reglur minn veika. Já, ég meina, þetta einn íslenski réttur. Skildi ekki sko. Krakkar mínir góðir, nú erum við komið svolítið fram yfir tíman okkar. Já. Og frammi bíða 3 þingmenn. En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Helga Vala Helgadóttir, lögmaður, Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar og Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar. Og Smári, við sitjum eftir. Til okkar að koma Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Sigmar Guðmundsson og Sigurður Örn Hilmarsson. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
Já, komið þið sæl á ný. Við höfum skiptum gesti, nú konir 3 þingmenn til okkar og það Sigurður Hilmarsson, Sjálfstæðisflokki, Sigmar Guðmundsson, Viðreisn og Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Samfylkingu. Við erum öll velkomin. Takk fyrir. Takk hérlega. Sigurður, þú einn úr stjórnarandstöðunni hérna. Já, það vill hann til. Ég skal reyna að halda uppi merkjum hennar. Já, þú var ekki það. Stjórnarandstöðan náttúrulega í minnihluta. Stjórnarandstöðan í minnihluta. Og kannanir benda til þess að þessi 2 flokkar getur myndað 2 flokka stjórn. Já, það gera það, er svolítið. Viðreisn og Samfylkingin. Var það ekki fínt að henda Flokki fólksins út? Já, verði úrslitin eins og skoðanakannanir segja. Alla þessi nýjasta. Byrjum þar, þið fóru fram úr Sjálfstæðisflokknum í þessu. Já, ég held að það hafi munað 0,2% stöðum í maskinu. Það er oft þannig 100 metrar hluti á okkur. Það var sumstaðar í fréttamiðlum talað að Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn væru með jafn mikið fylgi. Ég var mikið að veltaði fyrir mér að senda inn leiðréttingar og benda á þessi 0,2% sko. En þetta var ein könnun og jú, þær alltaf að koma og fara þessar kannanir og svona segja okkur auðvitað alls konar. Þetta svona kannski bara þetta svona ákveðin bara punktmæling, mér finnst nú alltaf stóru tíðindin úr þessu vera svo að það er ennþá mjög mikill stuðningur við ríkisstjórnina og það er nú svona eiginlega helst það sem að... Þú ert undirrótt á því? Nei, ég er ekki undirrótt á því, en við vitum auðvitað að eftir því sem að lengra líður á kjörtímabil að þá auðvitað er meira búið að gerast og hérna það er alls konar hluti bæði jákvæður og neikvæður sem geta haft áhrif á. En stuðningurinn við stjórnina hefur verið mjög stöðugur og mikill og það er auðvitað bara fagnaðarefni og við erum mjög ánægðir í okkar flokki með að hérna að því að við unnum náttúrulega mjög mikinn sigur síðast og kannanir hafa almennt bara verið að sýna okkur á því róli, jafnvel eins og núna aðeins yfir því og það er bara mjög jákvætt. Þið eru með svolítið, þið eru með svona úrval ráðuneyta. Já, við erum með fjögur ráðuneyti, stór og mikil ráðuneyti, utanríkis, fjármála, dómsmála og atvinnuvega og það hefur mæðir alltaf mikið á fjármálaráðuneytinu og það var mjög mikið í gangi í vor hjá Hönnu Kötu í atvinnuvegaráðuneytinu í tengslu við veiðigjöldin og það er alltaf næg verkefni. Já. En Sigurður, þú kemur inn að því að Áslaug Arna fór út til að mennta sig. Jú, passaði. Hvernig þú nú lista af á þau sko, en nú ertu ekki bara í einhverja fáa daga. Nei, ég er svona grínast með að sumir sko taka sér svona gappir, fara erlendis í ár að finna sig sko. Ég dett inn á þing og tek eitt skóla ár þar og hef bara gaman að þessu sko. Og ég vissulega datt þarna inn eina viku í mars en það er auðvitað allt annað að vera svona heilan þingvetur og ég bara haft reglulega gaman af því. Þetta er mikil heiður fyrir mig að fá að kynnast þessum störfum. Það er bara margt gott fólk þarna inn á þingi í öllum flokkum og þannig ég hef bara haft reglulega gaman að þessu. Mér finnst náttúrulega áhugavert að fylgjast með
könnunum, sjálfur ég nú alveg bara pollrólegur yfir því. Jú. Þetta svona eins og hefur svo sem komið fram. Þetta svona samkvæmisleikur aðeins svona. Já, en þá held ég að skipta þetta með miklu máli, hvort heldur sem fyrir sjálfstæðisflokkina, aðra flokka, menn séu trúir sínu gildum, sinni stefnu, séu ekki eins og einhver svona blaktandi strá í vindi Flokkurinn svona missir fylgir svona eiginlega í öllum konunum. Já, og hefur gert svona, þetta svona upp og niður, það virðist vera mismunandi einhver leiti eftir þessum fyrirtækjum sem að gera, hversu sem það sætir Þetta kemur mér ekkert á óvart, það alveg rétt sem að kemur fram sessunutum mínum að ríkisstjórnin hefur notið mikilla vinsælda og ég held að það sé, það eru ýmsar ástæður fyrir því. Þarna mannvalið náttúrulega bara mörgu leyti mjög fínt. Það var gengið fram í kosningu að komið ákveðin leiði í fólk hvert þeirri ríkisstjórn sem var við líði og það gengið fram með töluvert svona kröftulega, skulum við segja. Það að vera að tala vandamál í íslensku samfélagi eins og þau séu auðleysanleg, þetta sé bara spurningum rétta fólkið og núna kannski erum við akkurat bara þetta haustið að sjá, þetta bara býsna flókið og það eru bara svona viðsjárverðir tímar í íslensku samfélagi sem mörgu leyti, hvort heldur sem að kemur að efnahagsmálum, atvinnumálum, líka bara svona aðeins varðandi þessi lýðræðislegu gildi sem að við viljum halda í heiðri og þá mun loks reyna á þessa ríkisstjórn og sama skapi líka þegar hún kemur verkum sínum í framkvæmd að þá kemur náttúrulega fram einhver gagnrýni hvernig til tókst. Þannig ég nú bara mjög rólegur í öðru svolítið. Ása, Samfylkingin, hún mistir þetta í þessari konu sem við erum að vitna til, mistir aðeins en hefur mælst mjög vel. Samfylkingin eini flokkur sem að leiði ríkisstjórn í Evrópu sem að bæti við sér fylgi í konunum og ef það verið kosið núna þá verið að fá kannski 7-9 nýja þingmenn. Þannig þetta þetta stór undarlegt í samanburði við pólitík alls þar í kringum okkur. Já, en eins og sagt hér þá er þetta náttúrulega bara skoðanakönnun en við erum ótrúlega ánægð með að vera að sjá þennan árangur þar og þetta er svo sem eitthvað sem við skynjum líka í samtölum okkar við fólki í landinu því að eins og margir vita þá erum við reglulega í virku samtali við fólkið og núna erum við nýfann að stað með verkefni þar sem við erum hreinlega bara að banka upp á hjá fólki til þess að ræða við það hvernig þeirra daglega líf gengur fyrir sig og hvað við getum tekið með okkur og reynda að gera betur og við heyrum það alveg þar að það er gríðarlega ánægja með ríkisstjórnina og okkar störf og það er bara okkur mikil hvatning, ég haldi áfram á sömu braut og gera gagn en auðvitað er þetta ekkert einfalt mál og það er ekkert sem að við getum líka lagað á örfáum mánuðum eftir að fyrir ríkisstjórnir hafa verið að mylja undan kerfunum okkar eins og Þórður Snær fór mjög vel yfir í síðustu grein sem ég heyrði nú að þið voruð að vitna til hérna í spjallinu áðan líka en það er þessi innviðaskuld sem að blasi við okkur nánast hvert sem við lítum þetta er heilmikið verkefni og það ásamt því að hafa ríkið á yfirdrátti í fjölda ára, þetta er ekkit auðvelt að snúa við þessari skútu þannig að verkefni er stórt en mér finnst bara allir ganga skörulega til verks ég sagði áðan að þau myndu ná meiri hlut á þingi þá er það vegna þess að falla mikið af atkvæðum dauðs en samanlagt í nýjustu könnunni sem í maskínu og þá eru þau með 46% fylgi Samfylkingin og Viðreisn sem að myndi færa þeim 34 þingmenn á móti 29 í stjórnarandstöðunni og ég meina, mér finnst þetta merkilegt vegna þess að við lifum í heimi þar sem er alltaf verið að færa okkur fréttir og stórkostlegum uppgangi hægri populista í heiminum Trump er náttúrulega sem er að missa fylgi en hann nýtur miklu meira traust í sínu landi heldur en til dæmis Keir Starmer eða Macron eða kanslari Þýskalands eða Mette Frederiksen eða þannig að Evrópa er í mikilli vanda og það við sjáum uppgang reform í Bretlandi og Alternative for Deutschland í Austur Þýskalandi og víða. En hérna sjáum við ekki þessi merki og það er eitt sem ég fylgist alltaf með að því að miðflokkurinn reis upp síðast að ég tek alltaf saman fylgi miðflokksins og sjálfstæðisflokksins og ástæðan er svo að þegar við verðum að spyrja fólk afstöðu til ýmissa mála þá er þetta yfirleitt mjög líkur kjósendahópar. Þau svona svipað afstöðu. Þetta er fólki sem helst er líklegt til þess að styðja kvótakerfið. Þetta er helst fólk sem er óttast innflytjendur og þannig að mörguleyti
sterkir kjósendahópar. En þetta núna síðast náðu þeir bara tæplega 30% fylgi og þeir eru yfirleitt alltaf saman þar, þannig að þeir eru alltaf að éta hvor af öðrum. Þegar að var kosin nýr formaður hjá ykkur, að þá fór Sjálfstæðisflokkur upp í rúm 24%, þegar síðan svona síið niður, að þá var sameiginlegt fylgið þeirra svona 33% og það fer aldrei lengra. Þannig að miðað við umræðina eins og erum sko þróun stjórnmál í okkar heimsluta, þá virðist eins og Ísland passi ekki alveg inn í þetta og kannski erum við líkari Írum sem voru að kjósa sig sósíalista sem forseta með miklum yfirbörðum og það væri kannski dræm kjörsókn og slíkt. Þannig ég var að velta fyrir mér sko þessi svona, það er oftur að halda að okkur í umræðum og öðru slíku að hljóti að koma bara eitthvað svona Nigel Farage bylgja til Íslands. En svo þegar maður skoða kannanir þá sér maður aldrei neinn merki þess og ég sá löngunina til þess að við myndum draga þessar álektanir þegar að verður smá risi á Miðflokknum, hann mældist svona í júní síðast líka með eitthvað 14% fylgi, að þá svona viljinn í umræðinni að nú sé þetta koma, nú hljóta að koma hægri bylgjan, en hún sést aldrei. Það er hinn leiðilega miðja Evrópu sem er að bæta sig á Íslandi. Þannig akkur er þetta svona haldið? Já, ég skal ekki segja sko, ég meina við erum auðvitað núna að tala bara út frá einhverjum könnunum og þær sveiflast auðvitað fram og tilbaka. Kosningarna síðast voru náttúrulega svolítið afgerandi og ég held að úrslitin þar hafi nú að hluta til auðvitað orðið til vegna þess hverjir er í fórustu fyrir þá flokka sem að tóku við, en líka auðvitað þessu mikla leiða sem að var orðið með langvarandi valdasetu Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins og þessu sinni með VG. Ég reyndar upplifið þetta svolítið sterkt því að sko í gegnum áratugina þá hafa Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur verið alltaf eitthvað hryggjastykki í stjórnmálakerfin okkar. Sem hefur síðan gert það verkum í áratugi að þeir hafa annarkvort verið völd saman eða einhvern veginn að skiptast á. Ég held að fólk sé orðið bara svolítið leitt á þessu, ég held að fólk sjái erindisleysið og árangursleysið núna í þessum óheyrulegu verðbólgu og vaxtatölum sem að demdust yfir okkur og það er auðvitað einhverju leyti þannig að þessi svona auka hægribylgja hefur borist hérna til Íslands. Ég meina, mér langar nú bara í þessu samhengi að nefna nýleg skrif nýs varaformans Miðflokksins sko, þar sem hann er komin í svona globalistatal og farin að tala gegn einhverju sem er alþjóðahyggja og allt er þetta alltaf innflytjendum að kenna og þar fram til göttunum þó að allar tölur sýni það að langflestir útlendingar sem hér eru, þeir eru komnir hingað til þess að vinna, þeir eru ekkit allir komnir hérna til þess að setja stað, þeir fara til síns heima, þeir atvinnustigið lækkar og allt þetta. Þannig að kannski að einhverju leyti svona pólitískt eru aðstæður aðrar hér heldur en í nágrannalöndunum en við skulum líka alveg að þið þurfum að tala þess að könnun, þetta var nú svolítið stórt stökk hjá Miðflokknum síðast. Ég er einn af þessum fáu sem er að lesa þingræður og Þorgrímur Sigmundsson sem er þingmaður fyrir Miðflokkinn í Norðausturkjördæmi. Hann vil enga hælisleitendur í 5 ár og fá hann í 10 milljarða til vegabóta. Sús var að álekta með svipuðum hætti og ekki sjálfstæðismenn. Já, en hann þetta er þingræða sko. Hvaða lífið spull er þetta? Þetta er algjör spull. Það er nú bara þannig. Og maður sér svo vel hvað er verið að rembast við að hoppa á þennan vagn sem er að gerast í ríkjunum í kringum okkur. Og ég var nú einmitt að skrifa þetta bara núna í síðustu grein sem ég var að senda frá mér að aflýðræðisvæðing í bara mjög kjarna lýðræðisríkjum er rosalega hröð núna. Og þetta eru ríki sem að einmitt þar sem þessi uppgangur öfgahægri afla hefur verið að eiga sér stað og það sem þeir nýta sér er að búa til sundrungu og upplýsingaóreiðu og nýta samfélagsmiðlana þar óspart. Og þetta er bara eitthvað sem við verðum að taka alvarlega. Ísland er oft nokkrum árum á eftir og við þurfum bara að styrkja okkar lýðræðisstofnanir og dómstóla og fjölmiðla, ekki síst, að efla sjálfstæða og vandaða fjölmiðla og bara, halda staðreyndum til haga þegar svona umræða fer á stað. Sigurður, þú vilt koma inn? Já, það er náttúrulega svo margt að segja sko. Við hér á Íslandi erum bara mjög heppið með okkar stjórnmálamenningu, við erum heppið með stjórnskipan okkar og þessi grundvallagildi sem við byggjum okkar samfélag á. Og það hefur oft reynt á þetta í gegnum tíðina og reyndi sko alveg upp á einhverju þanþoli náttúrulega
í bankahruninu og eftirmálum þess, en ég hef oft svona í mínu lögmennskunni tekið á móti útlendingum og erlendum samtökum lögmanna og svo framvegis og farið í gegnum það hvernig sko kerfið okkar hélt á svo erfiðum tímum. Það leystist ekki upp í borgarastyrjöld, heldur voru hér fyrir alls kosningar og svo framvegis sko. Og það sem þannig að oft heyrir maður þetta við séum sko mörgum árum eftir öðrum. Það kann að vera, en ég held samt sko að það svolítið seigt í þessum gildum hér á Íslandi, bara sem betur fer, og megi það vera sem lengst, og þess vegna held ég að sé heldur ekki gott náttúrulega að fara að skrýmslavæða einhverja andstæðinga sama í hvaða flokki þeir eru. Ég ekki hrifinn af þessari orðræðu Miðflokksins eða varaformannsins. Mér finnst hún ekki eiga erindi sko, en þetta kýtlar einhverja kjósendur sem að svara svona í kosningunum. En eitt sem ég vildi kannski aðeins segja sko, það skiptir auðvitað máli hvernig við tölum líka hlutina, og það kom fram áðan sko að við ekki ríkissjóðum bara á yfirdrætti sko, og það kannski tengist þessu sem ég var að segja áðan sko að eins og til dæmis, ég held að dómur sögunar síðustu ríkisstjórn verður þegar frá verður horfið bara býsna góður sko. Vegna þess að það gekk á ýmsu það var rússarnir í sínum árásarstríðum, það var COVID, það var jarðhræringar á Reykjanes, þetta alveg svona meiriháttar atburð sem átti hérstað og maður hugsar þetta líka eftir á, þarna Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn og Vinstri, þetta svona líka við hálfgerð þjóðstjórn sko, og mönnum finnst svo eftir að hyggja að það hafi lítið gerst sko, en samfélagið samt virkaði á allan þennan tíma og við komum nú bara þokkalega út úr því og núna erum við þá komin að það komið nýtt fólk, ný ríkisstjórn og hún ætlar að láta verkin tala og ég bara býð spenntur eftir að svona sjá hvaða mál þetta verða og hvernig þeim mun takast til, en það kannski svona búnturinn, þetta bara mjög... Það svo komur svona mál upp líka, eins og Lindarikvöld og bankasýslan og fleiri svona mál sem að svona grugguðu upp vatnið sko. Ég bara auðvitað, og ég meina það líka þessi bankahrunnsmál á nú mikið viðtal við Steinþór Gunnarsson bankamanninn, það nefnilega sko skiptir máli að við erum sko, þetta byggir alltaf á svona stofnunum samfélagsins, reglum og svo eftirliti með þeim getur mistekist, hvort heldur sem sko fólki sem að fer með stjórn eða að sækja menn til saka, dómararnir, allt þetta sko mannanna verk, en traustið gagnvart þessum stofnunum alveg merkilega hátt á Íslandi og við erum að halda í það alveg ótrúlegt, það heldur mikil gjöf fyrir okkur Íslendinga, allan enn sem komið að það treysta Íslendingar stofnunum samfélagsins bara mjög vel. Það Alþingi. Við erum mjög veikar að treysta á þinginu heldur en Norðurlandaþjóðirnar. Ég held að sé ríkari svona hugmynd í Norðurlöndunum að samfélagssáttmálinn sé traustari þar, að fólk upplifi að þetta sé eins og Svíarnir kallað þjóðarheimili og svona, þetta hefur að laskast svona undanfarið 30 ár, nýfrjálshyggjan hefur hoggið inn í þessi lönd eins og annars þar, en það þegar maður ber saman afstöðu almennings til þjóðþingana, að þá eru við fyrir neðan. Líklega að Norðurlanda búa að segja við þegar það tala ríkið, en við erum líklega til að segja sko þau. En á þess að ég hafi kíkt á þetta nýlega, en ég held sko traust gagvart sko dómstólunum, gagvart lögreglunni, gagvart menntastofnunum og landhelgisgæslunni, það alltaf. En á þess að ég fór að fara með hvernig traustið gagvart stjórnmálamönnunum sjálfum. Stjórnmálakerfið hefur nýtur minna traust sér eða annars þar. Á þessu löndum. Menn eru vanir að vinna öðruvísi saman í stjórnmálum á Norðurlöndunum í gegnum áratíðina heldur en kannski alltaf hér sko. Leyfið mér aðeins að bakka, mér finnst svo mikilvægt að halda einu til haga sko, þegar við vorum að tala um innflytjendur og allt þetta, þú verður að tala um að hætta að taka móti hælisleitendum í eitthvað tíma og allt þetta. Ástæðan fyrir því að ég kalla þetta algjöran populisma svo að þegar þú skoðar tölurnar yfir fjölda útlendinga á Íslandi, þá eru 90% þeirra sem koma hingað í gegnum evrópska efnahagssvæðið. Mikill meiri hluti þeirra sem kemur í gegnum hælisleitendakerfið fólk frá Úkraínu. Að ætla sér að laga einhvern innflytjendavanda með því að ráðast bara gegn hælisleitendum og þá væntanlega þeim sem kom ekki frá Úkraínu því að það allir sammála að taka vel á móti þeim. Þetta lagar ekkert, þetta bara populismi og við eigum bara að kalla þetta nákvæmlega því nafni sem þetta
En varðandi, sko, ég held reyndar að grafskrift síðustu ríkisstjórnar verði ekki góð. Ég held hún hefði ekki náð að halda áfram í kosningunum 21 ef ekki hefði komið fyrir COVID og það eru þetta alveg rétt að það eru áföll sem verða á leiðinni, það eru jarðhræringar sem auðvitað eru kostnaðarsamar og COVID var auðvitað svakalegt áfall fyrir alla heimsbyggðina. Inn í þetta kemur auðvitað líka síðan, þú veist, gjaldþrot vá getur við sagt og síðan lengra aftur í tíman erum við í hruninu. En þetta einmitt málið, sko. Við erum lítil eyja í stóru alþjóðlegu samhengi, fámenn þjóð og við erum alltaf að verða fyrir áhrifum af allir þessari dýnamík sem í alþjóðapólitík og alþjóðamálum. Þess vegna höfum við alltaf verið að tala fyrir því að sko svarið við þessu ekki meiri einangrunarhyggja eða draga okkur meiri hlé eða óttast útlenskt eða útlensk áhrif heldur einmitt meiri alþjóðasamvinna. Alþjóðakerfið þarna, hvort sem við ætlum að vera þáttakendur í því eða ekki og það auðvitað betra að vera þáttakendur í því og bara að því að við erum að tala svona fjárhagslega áföll, sko, þú veist, ein röksendin mín að minnstakosti fyrir því að við þurfum stærri og sterkari gjaldmiðil einmitt þetta, við erum pínu lítið leiðþjóð og erum alltaf að verða fyrir einhverjum jarðhræringum, sko, út af einhverju skaki á alþjóðasviðinu, sko. Það eru tollar frá Trump eða þá einhverjir tollar hjá Evrópusambandinu þar sem verða að verja eitthvað innan þess og annað. Við höfum auðvitað frekar að vera þáttakendur heldur en hitt. En sko, popúlistaöflin gera einmitt út á akkúrat til gagnstæða. Að búa til svona einhverja menningu og kúltúr við og hinir og draga upp einhver svona hugmyndafræðilega átök og búa þau jafnvel til á milli svona hópa. Þetta ekki, svona pólitík hefur alltaf endað illa út allan heim og ég held að meiri hlutin af íslenska stjórnmálakerfinu, meiri hlutin af íslensku stjórnmálamönnum vilji ekki vera þarna. En síðan erum nú þetta tengt stundum þangað umræðan af þeim sem að vilja fara þangað. Ása Berglind, Sigmar talar nú svolítið nánast Evrópusambandið en hans að nefna það. En þið íttuð eða settuð það svona á bít hjá ykkur, Samfylkingin? Já, við gerum það. En við náttúrulega bara stöndum með því sem stendur í stjórnarsáttmálanum að á þessu kjörtímabili verði þjóðin spurð af því hvort hún vilji hefja eftir viðræður og við stöndum náttúrulega fyllilega bak við það. Og en ég held að svona... Og munið mæla fyrir viðræðum heldurðu? Þegar við kjósum hvort það vilja vera viðræður ekki, að Samfylkingin mælist til þess að við samtykjum að fara í að byrja viðræður aftur. Já, ég held nú að það sé svona almennur samhljómur fyrir því að vilja sjá hvað það felur í sig fyrir Ísland að klára þessa viðræður og ég held að það sé bara enginn á móti því. Þannig að, Sko. Reytandi við enduðum áðan að ræða húsnæðisvexti bankana. Og það eftir dóminn að þá niðurstaðan eiginlega sú að bankarnir eru búin að loka á líklega helming þjóðarinnar, menn að þau fá ekki greiðslumat til þess að kaupa húsnæði á þeim kjörum sem verið að bjóða. Þetta náttúrulega maður myndi halda að þarna væri bara blikkandi ljós út allt samfélag. Það var húsnæðiskerfi slæmt þar sem að þriðjungur landsmanna fekk ekki greiðslumat og var dæmdur til þess að vera á óregluvæddum húsnæðismarkaði þar sem að hinnir efnameiri gátu notað hinna efnaminni raunverulega eins og til þess að mergsjúga. Nú bankarnir koma með þennan leik og heila loka húsnæðismarkaðnum. Þannig að það eru bara efnað fólk og braskarar sem að hafa lánstrust hjá bönkunum til þess að kaupa húsnæði og húsnæðismarkaðir sem ætti að þjóna almenningi eða þannig það markmiðið var allavega í gamla daga. Kannski það ráðið markmiðið núna í Íslandi að húsnæðismarkaðir eigi að þjóna bröskurunum fyrst og fremst, að við þessu bara horfast við það. Þetta ætti að vera stærsta mál stjórnmálanna. Aukafundur í þinginu, bankastjórnir kallaði fyrir, húsgammaðir fyrir einhverju hús og þannig var þetta í til dæmis í Norðurlöndunum, það var ekki. Þetta auðvitað angja því sem að maður ofta að nefna, þetta fyrirkomulag sem að við líði á Íslandi þegar kemur að möguleikum fólks til þess að fjármagna húsnæði sitt, það auðvitað bara galið. Við erum auðvitað núna í svona kannski vona ég ákveðnu millibilsástandi, það fjallu auðvitað dómur og það eru fleiri dómar á leiðinni, þannig að bankarnir eru svona einhvern veginn að halda sér höndunum út af því. Eitt viðbragði við þessu hefur verið að draga úr verðtryggðu lánunum. Verðtryggðu lánin hafa auðvitað verið svona trappan fyrir fólk til þess að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Þá voru menn auðvitað að svona jafna afborganirnar
lengra fram í tíman og verðtryggingin eru þetta bara komið til af því að hér er alltaf há verðbólga og háir vextir og í raun borgar fólk meira en bara á lengri tíma. Á lengri tíma. Eignast hægar. En þú kemst inn, sko. Þetta hefur verið oft verið leið. Ég er ekki aðdáðandi verðtryggingarinnar. En þetta hefur samt sem áður verið leið fyrir fólk til þess að komast inn á markaðinn. Og ef þessi leið er allt í einu, ef það er búið að kippa henn úr sambandi, að þá segir það sér sjálft að það verður ennþá erfiðara fyrir ungt fólk til dæmis að komast inn á markaðinn og var það nú erfitt fyrir. Menn hafa þurft að stóla á eitthvað framlag sko að safna sér fyrir 10-15 miljónum ef mann ætla að vera hérna á höfuðborgarsvæðinu og kaupa íbúð sko. Þú veist, það er aðgöngumiðinn þarna inn. Þannig að þetta er ekki auðvelt. En ég vonast nú til þess að þessi mynd fari nú að skýrast fljótlega sko. Við höfum heldur ekki gleyma því að verðtryggðu skuldirnar okkar, það er líka verðtryggð eign einhvers annars. Það eru ákveðin balans í þessu kerfi. Verðtryggingin er til komin vegna þess að það þurfti hér að bregðast við á árum áður. Ég meina, það er ekkert langt síðan að Seðlabankastjóri talaði það að nú erum við bara komin inn í tímabil þar sem að óverðtryggð lán væru bara málið sko. Þegar að vaxtastigið hérna fóru niður í ekki neitt, en það komuð þetta til út af einmitt áföllum sem að þjóðarbúið var fyrir. Það þurfti mjög abnormal ástand í íslensku efnahagslífi til þess að vextinir færu niður í eitthvað sem að kallaði til fólk sem það, heyrðu, nú getið tekið óverðtryggt lán. Sko. Þetta er bara galið kerfi og þú varst nú að nefna að ég væri að tala um Evrópusambandið án þess að tala um Evrópusambandið. Fyrir mig er þetta stærstu rökin fyrir því að ganga þann inn. Það er að segja að við komumst inn í myntkerfi sem er skaplegra og það verður auðveldar að vinna á verðbólgu og auðveldar að hafa hér vexti lága en auðvitað erum við svo sem ekki öll sammála um það. Sigurður. Nei, þetta er alltaf bara mjög erfið staða og var náttúrulega mikið til umræðu í síðustu alþingiskosningum sko og mætti raun og segja sko að síðasta ríkisstjórn hafi verið kjörin svolítið út af þetta, allar þessar lausnir sem voru boðaðar. Hvað varðaði sko húsnæðismálin, það var ýmislegt, það var húsnæðismarkaðurinn, það var stóra sleggjan hennar Kristrúnar, það var setja Evrópusambandið á pásu og tryggja sko 450.000 króna lágmarks framfærslu gagnvart kjósendum Flokks fólksins. Þetta var það sem að skatt og skerðingu laust. Já, svo kemur náttúrulega bara í ljós að þetta er allt saman svolítið flókið og það er segir ef ég man rétt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem er ótrúlega efnisrýr og almenn en þar segir ef man rétt sko að ríkisstjórnin ætla að fara í bráðaaðgerðir í húsnæðismarkaðnum og núna eru liðnir þetta 10-11 mánuði frá því hún tók við og ég bara býð. Já, ég held að þú ekki býða lengi, ég held að sé verið að fara að kynna fyrsta húsnæðispakka núna bara á næstu dögum. Bara vikunni held ég. Verið búin að lesa hann? Nei, ekki ég. Býð spennt, hlýtur að koma stóma í vikunni. Það hefur reitt upp ofan en hann verður auðvitað bara kynntur formlega og maður fer ekkert ofan í það kannski hér sko. Ragnar Þór hefur leitt þess að vinna einhverju leiti, hann ætlar að koma hérna næsta sunnudag í þáttinn okkar. Þannig það er eins gott að verða eitthvað í þessu pakka ykkar. Ég held að þetta sé ekki tími fyrir eina glærusýningun en Nei, en sko stærsta málið þetta þegar kemur að þessu, þegar kemur að húsnæðisöryggi fólks, eða eitt stærsta, það er að verðbólga sé hér lág og vextir lágir. Þetta er bara algjört forgangsatriði, þetta er algjör undirstaða undir allt annað sem á að gera, hvort sem við erum að tala um sko atvinnulíf, heimili, fjárhag sveitafélaga eða fjárhag ríkisins. Svo er ekki þetta að horfa fram hjá því að húsnæði og heimili fólks hefur verið bara fjárfestingavara núna í alltaf langan tíma. Þannig að verð á húsnæði bara búið að rjúka upp núna á nokkrum árum og er bara orðið ómögulegt fyrir venlegt fólk að eignast íbúð og ekki skánar það núna. Þannig ég held að það þurfi líka að horfa til þess að við þurfum að horfa á heimili fólk sem heimili fólks. Það er að skjóta inn að þið talið verðbólgu og vexti. Það er sama verðbólga á Íslandi og í Bretlandi. Stýrivextir eru helmingi herri, eða tvöfalt herri fyrir ekki á Íslandi heldur en í Bretlandi. Til hvers? Guðum á þetta það? Nei, en ég held að þetta sé þetta er verðbólga og vextir en svo er náttúrulega líka stóra atrið er náttúrulega bara skortur á íbúðum, skortur á lóðaframboði.
sem hefur verið undanfarin áratugir og sérstaklega í Reykjavík. Ég ætla bara örstuðt inn í af hverju ættu verktakar að vera að byggja núna jafnvel þóttir hefðu lóðir þegar fjármagnskostnaðurinn svona rosalega hár. Þetta alltaf bremsa, þetta bremsi öllu. Já, en eins og hefur svo sem komið fram og við erum öll að vonast eftir að þetta ná einhvers konar jafnvægi. Eins og Smári var að nefna áðan þá eru vextirnir á Íslandi mjög háir miðað við verðbólguna sjálfu. Vaxtastigið verður ekki með þessum hætti til eilífðar. Og þá skiptir auðvitað öllum máli að það séu fullnægjandi framboð af lóðum sem á viðráðanlegu verði sem hægt að byggja íbúðir sem fólk hefur efni á og vill búa í. En það ef þú trúir því að markaðurinn muni leysa þetta, markaðurinn muni leysa jafnvægi og hann muni útvega þriðjungnum af þjóðinni sem hefur lægstu tekjurnar húsnæði. Það mun ekki gerast, hefur aldrei gerst og allstar það sem að þriðjungu þjóðarinnar sem hefur lægstu tekjurnar býr við eitthvað húsnæðisöryggi, þá það út af stórfelldum aðgerðum hins opinbera til þess að byggja upp heilbrigðan leigumarkað eða til þess að niðurgreiða lán til þeirra sem eru með lága tekjur til þess að þeir geti eignast. Það enginn nema Íslendingar sem að sitja og bíða eftir því að bankarnir, eins og þeir hafa hegðað sig í þessari viku, eða verktakarnir, að þeir ætla að koma með lausn í húsnæðisvanda þeirra sem að standa veikast í samfélaginu. Það engu sem þetta í hugunum Íslendingum. Markaðshagkerfið verður ekki afnumið bara 1, 2 og 3, en lóðaskortur hefur þetta gríðarlega áhrif á alla þessa breytu. En ef það væri gríðarlega uppbygging í Kópavogi þar sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrir eða í Hafnarfirði þar sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrir, það bara ekki. Hún hefur reynda verið ágætt, Það fækkaði nú eitt árið íbúðum í Hafnarfirði. Já, ég meina lóðaverðir einn angi á þessari mynd en hún stærri og flóknari og við þurfum bara að hugsa okkur svolítið vel það Íslendingar. Af hverju þurfum við alltaf að vera með svona rosalega hátt stýrivaxtastig hérna í Íslandi? Af hverju það? Af hverju það alltaf? Ætlum við þá halda alltaf áfram að gera það sama? Ár eftir ár, áratug eftir áratug, ég held ekki. Við erum bara stödd alltaf í ákveðnum kerfisvanda sem við þurfum að leysa. En þetta viðbragð bankana við þessum dómi, þetta þetta áhyggjuefni, en eins og ég var að fara hérna yfir, þeir vinna í því einhvern veginn að verja sína hagsmuni og þetta þetta óneitanlega svolítið sérkennileg staða ef að niðurstaðan úr þessu öllu verður svo að það verður erfiðara fyrir fólk sem hefur minna unnleikist að fjármagna sitt húsnæði. Það auðvitað ekki gott. Fólk flytur inn í þvottahúsin eða eitthvað slags, þetta verður niðurstaðan. Fólk hefur ekki efni á að kaupa, hefur ekki efni á að leigja og við munum sjá fólk flytja inn í iðnaðarhúsnæðin og inn í þvottahúsin og eins og maður sér bara að það að gerast að fullu, að fólk hefur byrjað að búa í húsnæði sem algjörlega óbáðlegt. Við erum komin aftur í tímabil braggana. Vegna þess að stjórnvöldum tekst ekki að búa til húsnæðisstefnu sem að þjónar almenningi. Við sjáum kannski einhverja breytingar eftir helgi. Ég þess að segja að það þýðir ekki að koma með einhverja glærusýningu, þið verður að koma með einhverja raunverulega. Já, Sigurður Ingi bjó til marga glærunar þetta. En föstudaginn, varst þú í miðbænum? Já, ég fór með 16 ára dóttur minni og 23 ára dóttir mín vann og þarna líka ykkur staðar í mannþögunni. En þetta var algjörlega magnað og það eitthvað sem gerist á þessum degi sem svona pínu erfitt að útskýra vegna þess að þetta bara svona hrærir svo í tilfinningunum manns og maður verður svo djúpt þakklátur fyrir þessar hugrukku konur sem fóru fram fyrir þessum 50 árum og alla götur síðan þá því að við höfum náttúrulega verið leiðandi þegar kemur að kvenréttinda baráttu á Íslandi og horft til okkar víða heim. En það náttúrulega margt óunnið ennþá og nú mikið horft til þess að því að við erum með konur í mörgum af okkar fremstu stöðum á landinu að þá sé nú bara baráttan unnin en það alls ekki svo og það var vel farið yfir það á fundinum og í umræðinni kringu það við erum náttúrulega ennþá með þetta mikla ofbeldi gagnvart konum 40% kvenna verða fyrir ofbeldi og 1 af hverju 3 fyrir kynferðisofbeldi. Þetta bara grafalvarleg staða sem við verðum einmitt að hætta einhvern veginn að gera það sama og finna nýja leiðir til að takast á við þennan vanda því að hann viðstöðulaus og svo það innfluttar konur sem eru líka mjög útsettar fyrir því að verða fyrir launaþjófnaði og í láglaunastörfum og já, við höfum svolítið verið að flytja inn stéttaskiptingu að mörgu leyti núna síðustu ár. Þannig að það mikið verk óunnið og ég verð að segja að það truflaði mig talandi sem við vorum aðeins inni áðan í umræðinni varðandi svona þessa svona auka hægri umræðu
á sama tíma og þarna voru sko 50.000 kvenna samankomnar og fundir víðum land, þá voru einhverju kallar í einhverjum hlaðvörpum að tala hvað þetta væri nú fáránlegt. Nei, í alvöru, sko. Ég hef búin að sjá einhverja klippur af þessum hlaðvörpsþáttum þar sem að menn voru svo að gera lítið úr okkar baráttu og ég sá þarna, ég velti fyrir mig svona fyrirtæki að styrkja þessu umræðu. Það var þarna einhver svona veislubakki frá Kjötkompani í einhverju þjóðmálaþætti þarna sem að Snorri Másson var að gasa þessa hluti. Ég hugsa bara, Kjötkompani bara sátt við að fara fram með svona umræðu? Mér finnst þetta bara að vera einhver sem að fyrirtæki sem er að styðja við umræðu með þessum hætti þurfa að spyrja sig. Ég ætla ekki að versla í Kjötkompani á næstunni allavega. Þetta hefur þverju áhrif á mig. Þér misboðið? Ég verið misboðið, sko. Mér er algjörlega misboðið. Ég meina, ætla þeir einhvern veginn að þykjast vita betur heldur en 10.000 kvenna sem komið þarna saman með skýra kröfur og raddir það sem þarf að gerast. Ég held að þeir upplifið að þeir viti betur bara punktur. Alltaf, sennilega, já. Það er bara að það getur yfir opna munnin þá kemur sannleikurinn út. Já. En aðeins var þetta því að sömuleyti var ítt undir þessu umræðu í aðdraganda kvennaverkefnisins út á könnun sem að ég held að Maskína hafi gert og þá kemur meðal annars fram svolítið munur á kjósendum. Og það var spurt þetta telurðu að fullu jafnrétti sé náð og það voru 2 flokkar sem skáru sig úr, það var með 82% sögðu já og það var Framsókn og Miðflokkur. Síðan kom Sjálfstæðisflokkurinn með 60%, Viðreisn með 54% og Samfylkingin með 29% og það er til þess að í Viðreisn að þá eru fleiri kjósendur, ívið fleiri sem að segja að jafnréttinu sé náð, heldur en ekki. Og maður velti fyrir sér sömuleyti látu eins og að svona eitthvað miðjan og vinstrið eigi að reka kvennabaráttuna og kom ekki við hægra fólki eins og það sé ekki en það er svolítið mismunandi eftir tímabilum, það hefur ekki alltaf verið þannig en manni finnst að vera færast svolítið í svona þá línu að hægrið sé að færa sig eiginlega gegn kvennabaráttunni til að vera komið nóg. Þetta finnur áfall fyrir svona húmaníska sjálfstæðismenn eins og þig. Jú, eins og þú lýsir þessu alveg hrikalegt áfall, sko, en ég sem betur fyrir efasemdur að þetta sé rétt, sko. Það getur vel verið að það séu, sko, einhverjum kíma hægri væng stjórnmáluna sé einhverjir þessara skoðunar, sko. En sem betur fer, sko, held ég er ekki þar. Nei, og alls ekki, sko, og það er nú svona eina ástæðan fyrir því ég ákvæmum að ganga til liðs við sjálfstæðisflokkinn, þetta er bara þessi klassíska sjálfstæðisstefna og sko varðandi jafnréttismálin að þá er það mín skoðun að þeim sé bara þetta alls ekki náð og það verður held ég ævarandi verkefni að ná sko jafnrétti kynjanna. Við erum auðvitað komin mjög langt sko í allri okkar umgjörð, lagaumgjörð og stofnanaumgjörð og öðru slíku. Sko ég sjálfur hef smá tilfinningunni að það hafi átt sér stað svona bakslag annar staðar sko aðeins inn á sko bara heimilunum á þeim vettvangi hreinlega sko að mín kynslóð, ég er nú ekkert svo gamall sko, ég er 42 ára, að jafnvel sko viðnirni séum jafnvel með svona aðeins svona aðra skoðun og hlutverki okkar inn á heimilunum heldur menn sem eru kannski 10-15 ára yngri en við sko og þetta er bara einhvers svona tilfinning. Skárri viðhorf. Já, að teljum einhvern veginn, þetta er bara mín tilfinning sko, einhvað sem við þurfum að fylgjast mikið með. Ég sit nú í velferðarnefnd og allsherjar- og menntamálanefnd og við höfum verið að skoða svona jafnréttis stefnu stjórnvalda í jafnréttismálum og ég er bara mjög mikinn áhuga á því. Hefur áhuga að bæta þar við atriðum sem að ég tel að þurfi að skoða. Það er sérstaklega varðandi sko töku fæðingarorlofs, það sem er bara veruleg skekkja og fullt af svona atriðum sem við þurfum að halda áfram að vinna að. Og svo er þetta líka hitt og þetta oft er þessu stilt upp sem einhverjum svona annarkort hefur bara áhyggjur að læsi ungra drengja, skilur og sért á einhvern veginn mótfalli jafnrétti kvenna eða annara sko en allt getur þetta farið saman sko. Má ég samt spyrja það einu því að þú ert í svona þeim hluta Sjálfstæðisflokksins sem að þú ert ekki svona hægri populisti
Þú ert ekki svona Jóns Gunnarssonar megin í flokknum, þannig að ég vilji byrja þér að afneita honum. En ég er að velta fyrir mér að því að flokkurinn hefur svolítið undanfarin ár verið svolítið svona harðari. Hann hefur lagt höfuð áherslu að verja flótta fólks eða kjósenda yfir til Miðflokksins og hefur verið að leggja áherslu á sambærileg mál og Miðflokkurinn. Óttastu ekki verandi svona í húmaníska hlutunum í Sjálfstæðisflokknum að þessi þrenging sem að ég held að komi fram í afstöðu kjósenda. Þetta ekki kjósendurnir sem gáfu sig upp fyrir Sjálfstæðisflokkinn þegar þú ákvæmst að ganga í hann. Þetta eru þeir sem eru eftir, þetta eru 15% sem að vilja kjósa flokkinn í dag. Að þið verið þá eftir að þjóna fólki sem er orðið með svona svolítið harðar hægri áherslur og þið náið raunverulega ekki að tegja ykkur og þess vegna mælist Viðreisn orðið stærri en þið. Nei, ég bara gerir það ekki. Nei, en ég held að skipti máli að stíga ölduna hvað þetta var þar. Staðreyndin er sú. Viðreisn er að hluta til stofnað af fólki sem að starfaði í Sjálfstæðisflokknum, formaðurinn og fyrirmennandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Þarna mikið að bara mínum vinum sem ég kynntist í háskólanum og bara mikið af góðu fólk. Þetta er fólk sem að fór úr Sjálfstæðisflokknum vegna þess að annars vegar mislíkaði bara hvernig var haldið utan Evrópumálin eða fékk ekki sínu framgengt eða hvað það nú var. Samfylkingin til að mynda líka, hún hefur færst bara mjög mikið til hægri á örskömmum tíma. Og það er bara, þetta er ekkert sama stjórnmálaeflið og var fyrir 4 árum síðan, það er bara ekki, áherslurnar eru allt aðrar. Svo erum við með Miðflokkinn sem er líka svona klofningsfíluframboð úr Framsóknarflokknum. Og þeir líka fara... En þar eru þínir menn mikið. Guðrún Hafsteins var í vikulokunum og fór með nákvæmlega sömu ræðu og þú varðandi Viðreisn allt fólki sem hún hefði viljað starfa við sem er í Miðflokknum. Leif mér að klára. Þeir líka fara að sækja inn. Það vilja allir einhvern veginn vera einhver angi af sjálfstæðisstefnunni. Þeir fara líka að færa sig yfir á þetta svið. Þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af þessu. Aðalega líka vegna þess. Eins og ég var hjá ykkur held ég í september, ég held að ég hafi minnst á það þá. Ég er að að það kemur að því að til dæmis þessi stjórnmálaflokkar eins og Samfylkingin og Viðreisn þurfa að fara að halda prófkjör. Verða svona, það er ennþá svona, þetta eru early days, vegna þess hvað var skammur aðdragandi að síðustu kosningum til að mynda, að þá voru ekki prófkjör í neinum þessara flokka og sumir stjórnmálamenn og formenn tölum að það væri alveg ægilegt, En ég held að það hafi hendað þeirra áherslum bara mjög vel að eins og leita að hafa sloppið við það og vegna þess að þá er þessi átök sem ég held að séu í sumum þessara flokka áherslur, það kom ekki upp á yfirborðið. Nei, það voru náttúrulega, það gat engin flokkur á þeim skamma tíma sem var frá því boðið var til kosninga og þar til kosninga voru haldið prófkjör. Mitt innlegg inn í þetta er nú bara svolítið það að það þýðir ekkert fyrir fólk að vera að gráta einhvern horfinn tíma. Pólitíkin er bara breytt. Hún er gerbreytt. Af hverju skildi pólitíkin ekki breytast þegar að verða þessar gríðalegu samfélagsbreytingar til dæmis bara með samfélagsmiðlum? Það sem er auðvelt allt í einu mjög auðvelt að virkja stóra hópa annarkvort tiltekin málefni eða einhverja stefnu. Engin flokkur, hvorki Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylking, Viðreisn, Miðflokkur, Framsókn eða hverjir eru áneitt lengur, Við sjáum þetta bara í könnunum, Sjálfstæðisflokkurinn fór í könnunum fyrir síðustu kosningar held ég niður í 11%, Niður í 11%. Þetta var flokkur sem fekk yfirleitt 35% fyrir einhverjum áratugum síðan. Miklu hærri kosningum. En ég er að segja að því að við erum nú að tala svolítið kannanir líka þeir eru svona kannski einhver punktstaða og mæling og sína eitthvað, Þetta er veruleikinn. Framsókn virðist vera först núna í einhverjum 5-6%. Hver hefði trúað þessu fyrir einhverjum áratugum? Samfylkingin var alltaf í kringu 10% fyrir einhverju síðan og allt í einu núna komið með 30. Sveiflurnar eru bara gríðarlega miklar vegna þess að það er engin flokkur sem getur gengið einhverjum hópi vísum á kjörstað. Það er nú bara þannig, En þannig að þetta eru þetta svona orðið bara svolítið flóknara, Nýjir flokkar verða til
og það er verið að tala að Viðreisn sé komin úr sjálfstæðisflokknum, sko, við sjáum í kosningarannsóknum og öðrum að færslan á fólki á kjördag á milli flokka, hún er miklu flóknari heldur en að við erum alltaf að tala í svona opinberu umræðu, sko. Ég veit að nú er verið að einfalda hlutina mjög mikið með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin, en það eru þetta ekki bara þannig, sko. En það sem mér finnst hins vegar svolítið áhugavert, sko, ef við erum að tala stjórn og stjórnarandstöðu og stöðu flokka og annað, það er einmitt þessi staðreind að flokkarnir sem eru núna saman í stjórnarandstöðu, þeir eru mjög líkir margt. Ekki viljaðu meina það. Nei, þau vilja ekki meina það, en við getum séð að miðflokkurinn verður þetta til úr Framsóknarflokknum, en svo eru við samt að tala færslun alltaf á milli sjálfstæðisflokksins og miðflokksins í fylgi. Sko, hvernig ætla menn að aðgreina sig í stjórnarandstöðunni? Vafalítið má segja það sama stjórnarflokkana líka. Þetta er bara gjörbreytt, það á engin eitt. Engin. Nei. En gjörbreytt samfylking á bara einu ári eða svo? Ég gef nú ekki mikið fyrir það að segja að við höfum alveg farið eitthvað svakalega langt til hægri. Þegar ég líka bara, mér finnst þessi umræða alltaf hægri vinstri vera, ég var svona aðeins að vera með ná utanum hennar. Hvað eru vinstri mál nákvæmlega og hvað eru hægri mál? Ég meina samfylkingin er sannarlega að flokkur sem vil bæta kjör þeirra sem hafa það verst í þessu samfélagi. Er það ekki vinstri? Þú veist, útlendingamál, jú, það verður mikið til umræðu. Samfylkingin hefur gengið með ákveðið fram með það að vilja ná tökum á þessum málaflokk, en talar á sama tíma og það viljum við gera það með mannúð að leiðarljósi. Er það hægri eða vinstri? Ég hef ekki alltaf alveg að tengja við þetta að samfylkingin sé hafi farið svo rosalega langt til hægri. Við erum bara flokkur sem að rúmar margar skoðanir. En í efnahagsmálum, helst að tala eitthvað svona sem Ríkisstjórnin leggur náttúrulega fram frumvarp sem hefði getað verið frumvarp síðustu ríkisstjórnar, hefði getað verið frumvarp Bjarna Benediktssonar. Frumvarp, ertu að tala fjárlagafrumvarpið? Já, það er eiginlega bara same old. Nei, það er nú gengið lengra fram í því sem er algjört lykilatriði, Gunnar Smári, og hérna er kannski einhver hugmyndafræðilegur ágreiningur við borðið, algjört lykilatriði að reka ekki ríkissjóð með tapi ár eftir ár. Því leiðum við gerum það, þá bitnar það til að mynda á því fólki sem að verst hefur kjörin og báast stendur. Það er engin ágreiningur milli hægri og vinstri að ríkissjóður í góðari, við erum að fara út úr því, eigi að reka með afgangi. Ágreiningur það að hægrið vil skera niður, ekki auka skatta. Vinstrið vil sækja skattana til þeirra sem voru gefnir eftir skattarnir árum áður. Já, en sko Ása Berglind að tala hægrið og vinstrið, það er nú eitt af því sem hefur komið í ljós líka í öllum svona kosningarannsóknum og bara rannsóknum og viðhorfum fólks, að þetta er ekki lengur eini ásinn sem að fólk staðsetur svo á, það er líka þessi menningarás sem að Ólafur Þ. Harðarson er alltaf að draga athygli að því að þessi er ennþá sterkast það sem ræður mest það hvernig fólk kýs í kosningum er það hvernig það staðsetur sig á hægri vinstri ásnum sem eru svona bara lífsafstæða hverju má að þjóna í samfélaginu. Ég held að þegar að í kjörklefann kemur þá er það oftast nær þannig að fólk kýs svona út frá veskinu eins og við segjum stundum en þetta er samt aðeins flóknara heldur en þetta var sko og hefur samfylkingin færst til hægri eða hvernig það er sko það er auðvitað svolítið áhugavert að það er ekkert vinstra megin við samfylkinguna á þingi núna. Þetta hefur auðvitað áhrif á umræðuna í samfélaginu. Ég meina við erum auðvitað með Sósíalistaflokkinn og VG, þessi flokkar eru ekki með fulltrú inn á þingi. Nei. Þetta hefur auðvitað heilmikil áhrif á það hvernig síðan fólk hegða sér og hugsar á kjörtímabilinu. Það er bara ultra hægrið sem að toga ríkisstjórnina til hægri, það er engin sem að... Myndirðu segja það ef þú horfir yfir flokkalandslagið að það sé mikið af ultra hægri? Já, ég myndi... Það er þarna. Miðflokkur vil vera það. Það er þarna, já, en það er ekki held ég ráðandi. Það er hluta Sjálfstæðisflokknum sem að telur að vera klókt hjá Sjálfstæðisflokknum að taka upp mál sem að gætu orðið miðflokknum til vinsælda og þannig að ég myndi segja að veri svona hluti af Sjálfstæðisflokknum væri þarna. Jú, ég tek undir það frjálslindið er svolítið farið úr Sjálfstæðisflokknum. Það voru
lítið eftir. Gefur bara í samfélkinguna sem ekki minn. Sigurður er ekkert sammála því, en ég nú kannski aðeins að reyna að standa vörðum þá draumsýn mín að ég að vonast til þess að því að þú varst einnig upphafi til dæmis að vísa til þess sem að gerast í Bretlandi og þess sem við erum að sjá í Þýskalandi, að það verði ekki landslægið hérna á Íslandi. En það hins vegar alveg rétt að hluti af Sjálfstæðisflokknum auðvitað bara veit ekkert hvort hann á að vera í Miðflokknum eða Sjálfstæðisflokknum. Það bara þannig. Aðeins varðandi Bretlanda, því að þú varst að tala þreytu fólks út af Framsókn og Sjálfstæðisflokknum og hvernig þeir eru við stjórnarlandinu. Það sem náttúrulega að gerast í Bretlandi að fólk hefur mist alla trú á íhaldsflokknum og eiginlega svo til alla trú á verkamannaflokknum sem hafa verið að stjórna Bretlandi hingað til. Óánægjan færist yfir á reformflokkinu. Það ekki þannig að reformflokkurinn dræði þetta til sín. Óánægjan sem hér, þessi straumkori sem urðu í íslenskri pólitík í kosningunum og kannanir verið að spenda til þess að við séum að fara lengra inn þá braut af því að Samfylkingin eykur fylgi sitt og Sjálfstæðisflokkurinn nær ekki neinni viðspyrnu, af sömu ástæðum að fólk búið að fá nóg af gömlu valdaflokkunum sem Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn og óánægjan fer yfir til ykkar. Og þannig að það kannski, ég held að fólki að horfa á stjórnmálinn sem kjósandinn situr alltaf fyrir framann morgunverðarhlaðborð, það sem ekkert spennandi í matinn. Það bara skorpið bónusbrauð þarna, hafragrautur sem með skán ofan á og volgur ávaxtasafi og svo tekur bara það sem skást. Það má líka alveg færa rauk fyrir því að uppgangur Trump sé af þessu sama meiði þó að hann sé í Repúblíkanaflokknum. Það óánægja með það sem að fyrir var og hefur verið boðið upp á. Og svo sjáum við til þess að í Írlandi, ég vísa í það var verið að kjósa forseta þar. Það er hægri stjórn sem mikil óánægja með og hún vinnur þetta með sögulegum yfirburðum og það hefur verið dræm kosningaþátttaka og allt slíkt. En við sjáum þetta hrökkva í alls konar áttir en ástæðan rótin alltaf óánægja almennings með stjórnmálin. Er það ekki einmitt akkurat með stjórnmálin eða með ríkisstjórnina sem að fyrir sama hvort hún sé til hægri eða vinstri, fólk vil bara skipta. Og kannski líka djúpstæð óánægja með þróun samfélagsins. Er það ekki? Svolítið, menn eru vilja prófa eitthvað nýtt. Það hefur ekki verið svolítið þannig. Já, síðasta ríkisstjórn var þannig. Hún fekk fína kosninga 21. Svo kom ljósa að engin vildana. Svo bara flættindan, alveg hratt. Já, það breytist reyndar vægið á milli flokkana þá og því var náttúrulega mætt með því að móla aðeins betur undir Framsókn en já, þetta tekur á sig alls konar myndir. Það getur verið fjara hratt undan ykkur ef þetta óánægja. Já, þegar við förum inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf þá vitum við það að það þetta er ekkert svo í sletti smooth sailing út kjörtímabil, það eru krefjandi verkefni, það er það alltaf. En ég meina hún auðvitað bara stofnuð á grunni þessa stjórnarsáttmála og við bara vinnum eftir honum og svo gerist alls konar á kjörtímabilinu. Má ég spyrja í samhengi við þetta, því að við tölum oft þau verkefni sem bíða ríkisstjórninni. Við höfum talað húsnæðismáli sem náttúrulega búið að vera í ólestri í 20 ár á Íslandi. Við erum að tala niðurbrot grunnkerfa samfélagsins, heilbrigðiskerfi, við vitum alveg að menntakerfið er í miklu vanda. Við erum með mikinn, eins og sagt, innflutning á vinnuafli, þetta er náttúrulega fólk sem kemur hingað, en við höfum ekki byggt í takt við það, við höfum ekki byggt upp innviðina, við höfum tekið við ferðaþjónustu sem með gríðarlegu, sem aðalega einhver ferð, túrista á bílalegu bílum út allt vegakerfið okkar á þess að við höfum byggt upp vegakerfið. Þannig að það hlaðast upp alveg rosalega þung og mikil og erfið verkefni sem að bíða þessar ríkisstjórnar. Og ég hef verið að velta fyrir mig hvort þetta séu væntingar Íslendinga að samfélagið okkar ætti að vera svona. Við höfum svona hugmyndum að við ættum að búa, við erum ríkasta þjóð í heimi, á hverju þetta svona, þið kannist við þetta viðhorf. Þannig að við erum með mikla væntingar meðal almennings að samfélagið okkar verið bara mun skárra en það í dag. Á móti koma stjórnmáli með við verðum að fyrst að gæta hallanum á ríkissjóði og mjög varfærin í öllu. Það í íslensku stjórnmálaumhverfi rosaleg spenna undir niðri. Upplifið þetta ekki svona? Ég sitt að tala við fólk allan daga og mér finnst hugmyndir Íslendinga vera æ meira það að við gætum gert þetta svo miklu, miklu betur.
Við getum gert þetta miklu betur. Þetta hefur ekkert verið gert neitt sérstaklega skynsamlega hérna á undanförnum árum. En það eru þetta, það sem að blasir við okkur ekkert leyst á einni nóttu, sko. Ég heyri að þú svona kannski talar að þetta sé alltaf sama tuggan, sko, nánu vöxtum og verðbólgu og verið ekki með halla í ríkissjóði. Þetta samt, Gunnar Smári, þetta samt algjör grundvallaratriði. Við verðum, ef við ætlum að eiga kerfin okkar, hvort sem það menntakerfi, heilbrigðiskerfi eða hvað það ef við ætlum að hafa þau sterk, þá verða fjárhagslegar undirstöður samfélagsins. Það verður að hækka skatta. Það verða fjárhagslegar undirstöður að vera styrkar. Það að hækka endalaust skatta. Ekki endalaust, bara. Nei, en það að hækka skatta of mikið, það getur líka virkað í hinn áttina. Okkur var sagt að þeirra skattarnir voru lækkaðir. Nú. Okkur var sagt þeirra skattarnir voru lækkaðir, þá er allt gott. Við erum kannski komnir hérna bara í eitthvað pallborð í kosningaparóttinni, sko, en þú veist, þetta bara algjör grunnur, sko. Ef við ætlum að bæta fjárhag heimila og fyrirtæki, við verðum að lækka vexti. Ef við ætlum að bæta stöðu ríkissjóðs til þess að geta staðið undir velferð, þá verður ríkissjóður að standa undir sér. Þetta ekki geimvísindi, en þetta bara svona. En svo líka, nú tala hérna eins og sé var ekkert búið að gerast. Það fullt búið að gerast. Þú veist, það til dæmis var strax grípið inn í það að hafa opin fíknúrræði við sumatíman. Eitthvað sem að og bætt í vegakerfið og fleira, sko. Og það er verið að vinna að alls konar málum. Ég meina, það aftur búið að setja á samræmdpróf í grunnskólum, eitthvað sem búið að kalla eftir og þú veist, það er alls konar mál sem að hafa verið að fara í gegn og bara sem að vera stolt af. Já, en svona óréttlæti sem að koma aðeins í fyrri hlutunum voru að tala um svona óréttlæti í samfélaginum sem að felst til því ofurháum raunvöxtum stýrivaxta Seðlabankans sem að bitnar á þeim sem að skulda mikið á meðan að til þess að hemja eyðslu þeirra sem hafa það miklu betur. Þannig að við tökum bara helmingurinn að fólki kemst ekki inn á húsnæðismarkað lengur en það er fyrst og fremst hinn helmingurinn sem að stendur vel og er að eyða miklu. Af hverju má ekki hækka skatta til að hemja eyðslu þeirra sem að hafa það gott í staðin fyrir að vera alltaf að þrengja þeim sem að skulda mikið? Verður við ekki einhvern veginn að ráða við óréttlætið í samfélaginu? Er það ekki hlutverk stjórnvalda? Hjóðum sigur að vera með í umræðinni. Ég er bara að fleita, Ásgeir Brynjar talaði svona og Helga Vala talaði svona, ég er bara að fleitaði hingað inn. Já, við erum svo sem búin að vera að ræða þetta meira að minna allan þáttinn og ég held að við séum öll sammála mikilvæg þess að ná niður verðbólgu og vaxtastiginu sem er mjög hátt miðað við sko bara held ég punktstöðuna í íslensku efnahagslífi akkurat núna og ég held kannski að við myndum kannski ræða meira hana í þessum þætti sko þessa áfalli sem átti sér stað Norðuráli og önnur áföll sem hafa gengið yfir bara efnahagslífið á mjög skömmum tíma. Fallplay, það er blikur ofti varðandi sko, sjávarútveginn og loðnuna og svo framvegis sko. Þannig að þetta getur breyst bara mjög rætt. Þannig að það er líka það sem maður kannski óttast í þessu öllu sko, þegar verkefni var náttúrulega einhvern veginn að ná sko, mjúkri lendingu, það var svona lagt upp með það sko. En það er það sem maður óttast að það muni reynast mjög erfitt og þá er þetta einmitt spurningin sko, til hvaða aðgerð er ríkisstjórnin að grípa sko, er hún að styðja við þessa mjúku lendingu að þetta fara allt saman vel eða þá kannski að fara í hina áttina, það mun tíminn leiða í ljós. Já, ég meina, ríkið hefur verið að borga 100 milljarða í vexti á ári. Við erum að tala um velferðarkerfi. Hvað er hægt að gera inn í velferðarkerfunum fyrir 100 milljarða? Af hóflegri skuldum heldur en tíðkast í öðrum ríkjum. En að því er að flytja... Ég hef aldrei, núna, þetta er alveg rétt. Þetta er mjög mikið áfall hjá Norðuráli sem að verður auðvitað til bara vegna bilunar af einhverjum toga, sko. Og við erum auðvitað svolítið að bíða eftir því að sjá hver viðbrögðin verða hjá fyrirtækinu sjálfu, sko. Þú veist, þarf að segja upp miklu fólki, það er svona eitt og annað sem bendir til þess að fyrirtæki þurfa að fara mjög varlega í það vegna þess að það eru mjög sérhæfð störf þarna undir sem að þá tínast út úr fyrirtækinu þegar að síðan þarf að keyra það upp að þá er ekki gott að vera komin með þá þekkingu eitthvert annað. Þú veist, við höfum verið að einblína svolítið á útflutningstekjurnar en á móti kemur og það eru auðvitað aðföng inn í álverið á móti. Mér finnst okkur vanta svolítið mikið inn í þessa mynd bara hver verða sko viðbrögð fyrirtækisins sjálfs, hvernig ætlar það að taka á þessu. Þetta snýst auðvitað svolítið það að standa vörð starfsfólki sem að þarna er.
En ég meina, mér hefur fundist stjórnarandstaðan svolítið sko, taka á þessu máli einhvern veginn, sko, hvað ætlar ríkisstjórnin að gera gagnvart Norðuráli, bara daginn eftir að bílunum kemur fram. Svo kemur ekkert eitthvað skýring, hvað vilja menn að það sé dælt peningum inn í fyrirtækið? Hvernig vilja menn að ríkið bregðist við? Eigum við ekki aðeins að sjá hver áhrifin verða? Þú veist, áhrifin af stöðvunni líka tegja sig yfir á 2 ár, það er að segja restin af þessu ári og svo inn á það næsta. Þannig að ég er ekki að segja að ríkið eigi ekki að hafa eitthvað hlutverk í þessu ef að þannig fer, en mér finnst ekki augljóst ef að menn er að kalla eftir því að ríkið eigi að dæla peningum inn í Norðuráli svo staðan er núna. Ég bara kannast ekki við þessa orðræðu allavega ekki frá mínum flokki að það væri ákall það að ríkið fari að dæla peningum inn í þetta fyrirtæki. Þvert á móti snerist umræðan að mínu viti til sko hvað áhrif þetta áfall, þetta gríðalegt áhrif. Já, mjög mikið. Ég held að Norðuráli verður 11% af skútflutningsverðmætum Íslendinga. Bara þetta er þannig og 2/3 af starfseminni er þá stopp eins og er og þá er sko það sem að þarf að gera þetta, við erum þá í þessari fjárlagavinnu allir sko, hvaða áhrif þetta mun hafa á fjárlögin og ég sko að það er líka sko að í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir svona hinum af þessu sviðsmyndum og mér fannst þetta mjög merkilegt sko þegar ég las fjárlagafrumvarpið og sviðsmyndagreininguna, það var að tala svart sínustu sviðsmyndina og það var sko, þú veist, augnatollahækkanir, gengis, fall krónuna sem viðheldur verðbólgu og svo framvegis, allt eitthvað svona sem að getur alveg raungerst sko og mér fannst kannski ekkert svo ósennilegt þó að það hefði þurfa ekki endilega að hafa öll þessi áhrif sem að svart sínasta sviðsmyndin hefði. En þetta er vinnan sem ég ger það ráð fyrir því að sé verið að skoða og þessi umræðan á Alþingi allavega hvað formann Sjálfstæðisflokksins var það aðra sem að tók þátt í umræðinu Norðurál, hún laut að þessu sko, hvað áhrif hefur þetta á fjárlagagerð sem við erum að vinna í núna sko. Já, það eru þetta og við vonum að þetta fari vel sko. Já, það eru þetta og ég vona enginn segja miskilja, þetta eru þetta mikið áfall, mikið högg fyrir þetta fyrirtæki og gríðalegt högg fyrir svæðið og fólki sem að vinnur þarna og annað. En það er svolítið slemt að sjá nákvæmlega hvernig hægt er að bregðast við. Þetta er auðvitað eitthvað sem að þingnefndirnar þurfa þá bara að fara yfir í fjárlagavinnunni og eftir atvikum og viðskiptanefnd og fleiri, en þetta er líka svo ný skeið sko. En þetta kemur onni í Bakka og þetta kemur onni í Play, þannig að það er alltaf verkefni. Já. En það er svona fólk talaði sko hamfarir. Það bilaði álver upp á... Svo er það gamalt álver, þetta var alltaf flutt inn notað. Já, það kom inn á fram á. Frá Þýskalandi. Og líftími álvera er ekkert, við munum koma einhvern tímann, þá mun eitthvað þessum stóriðju loka. Það var nú í Ísal, ég man ekki hver á það núna, þarna í Straumsvík. Það voru alvarlegar vangaveltur að loka þar, en svo ákvað fyrirtækið að bæta við sig, vildi þá fá stækkun, en fekk það ekki út af skipulagsmálum í Hafnarfirði. Þannig það getur, ég meina það er, þetta fer bara eftir álverð hefur verið óvenju hátt, kísilverð hefur verið óvenju lágt og þess að var lokað á Bakka og járnblendi hefur verið lágt verð og nú á að draga úr framleiðslu þar. Ég held að 20% og þeir ætla líka að draga úr framleiðslu að sama fyrirtæki sem á í Noregi. Þannig að einn daginn munum við standa frammi fyrir því eitthvað sem álverum loka. Þannig við verðum líka kannski, ég er vona því fólk, ef maður segir þetta þá verði það, en ég finnst alltaf lægi að hafa það í huga, sérstaklega því að verða alltaf að tala með allar þessar virkjanir og þörfinni fyrir orkuskiptum og öðru slíku, að það sést á stærð þessa máls hvað þetta er mikil orka sem er bundin þarna þessari framleiðslu. Ásgeir Brynjar, hann fræddi okkur svolítið þetta mál, þegar hann var ungur maður og þá vann hann hjá ABB sem seldi þessar rafafla og þeir eru svo stórir og merkilegir að þegar þurfti sko þetta kerru, vagn eða hvað þetta kallast, með 18 hjólum til að koma inn í álverið. Þannig að
En hann sagði allt annað heldur en þetta. Það var eitthvað bara riðdraslu gömlu álveri sem var búið að loka. En hugsið ykkur þá í hvaða stöðu við værum ef þetta hefði gerst fyrir 15 árum sko, áður en að ferðamennir fóru að koma hérna inn í stóra stíl sko, þegar atvinnulífið okkar var ennþá einsleitara sko. Það snýst auðvitað svolítið það í okkar hagkerfi að stóðirnar séu sem flestar og sem sterkastar. Þarna ákvörðun þessu fyrirtæki að þetta gamalt álver og þeir sem verður fyrir áfalli sem bilun og það að endurræsa það upp þá horfum fyrirtæki líklega til þess að við erum að horfa þá til næstu 20 ára og þá spyrjaðu býttu mun þetta álver endast í 20 ár? Ég hættur að svara verið bara nei. Þannig að ég þurfum ekki skamma mig fyrir að orða þetta. Þetta er svo nýskeið, við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvernig spilast úr þessu og hérna Kísilverið og Bakka verður aldrei opnað aftur. Við verðum að nota orku í annað og allt það. Þetta snýst líka tryggingar fyrirtækisins, gagnvart orku og fleiri sko. Þannig að þetta er auðvitað bara eitthvað sem menn þurfa að fylgjast mjög grannt með og já, auðvitað mun þetta hafa áhrif á þessa vinnu sem í gangi núna í þinginu, í fjárlögum og öðru og ég meina þetta er bara verkefni sem við þurfum að takast á við. Og mikil umfram orka í kerfinu sem að þeir ekki að nota aðna upp á norðan. Herðu en við erum nú komin að endamörkum í þessu spjallakar. Það var gott að fá ykkur. Já, gaman að koma, eins og alltaf. Það er hérna Ása Berglind, Sigmur Guðmundsson og Sigurður Örn Helmarsson. Samfylkingu Viðreisn og Sjálfstæðisflokki. Takk og kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. En við bræður komum aftur eftir augnablik og ræðum pólitíkina með okkar nefi. Velkomin aftur, gestirnir okkar eru farnir, við sittum inn eftir bræðurnir Sigurjón sem er komin í síman. Já, fyrir það. Ég var að fá áreita skilabóð bara. Já, þetta var fjöru og góð umræða að skrifa hérna ykkur á netið. Ég var svona að vera velta fyrir mér að því að það var í gær að það var sendur út 1000. þátturinn af Rauðaborðinu. Já. Sem er náttúrulega stórmerkileg tíðindi. Ég segi það nú ekki. Jó, hér hefði átt að vera rjóma, terta og kakó. Já, Bergsveinn Birgisson, rithöfundur og fræðimaður og strandamaður kom hérna í helgispjall í gær, talaði við hann
mjög áhugavert að tala við hann. Var það 1000. þátturinn? Það var 1000. þátturinn. Hann var á því að hann ætti að fá verðlaun. Já, fyrir að bíða svo lengi. Nei, að vera 100.000 gesturinn kannski, eða viðskiptaverðin í bónus og þú kannast við það stundu fá viðskiptaverðinni. En þetta var náttúrulega 1000. þátturinn. En ég fór að veltaði fyrir mér að því ég hætti að telja gestina, svona, ég man að það var komið yfir 5.000, en það var fyrir einhverjum síðan. Þannig ég myndi halda að gestirnir sem hafa komið hingað að Rauðaborðinu séu svona 7.500, 8.000. 7.500, 8.000. En þetta náttúrulega ekki allt sami flokkur, allt sami þátturinn. Hann byrjaði, ég hef nú stundu sagt þetta, hann byrjaði rétt fyrir COVID og þá vorum við búin að stilla upp svona stúdíói, pínlillu, í vinnustofu listamanns sem við fengum lánað. Svo kom COVID og að því Ásgeir Brynjar var ég held að hann hefði komið í annað þáttinn og hann kom inn í þetta stúdíó, þessa vinnustofu með grímu og ég hef aldrei séð það áður. Þá var hann að koma frá Evrópu og hann talaði svolítið þennan faraldur. Og mér fannst það svolítið skrítið svona, hann lagði mikla áherslu á þetta. En svo fyrsti greindist á Íslandi bara stuttu seinna. Og svo fór þetta allt í gangi, svo allir vita á það ekki. Og þá fluttum við okkur yfir í á Zoom, af því að gestir gátu ekki komið í þetta stúdíó, sem var eiginlega ekkert stúdíó, þetta var 2-3 kamerur og Bogi Reynisson átti eitthvað svona mixer sem hann var með, þetta var, ég hef sagt að við höfum byrjað í eldspýtustokki, þetta var svo mjög fátæklegt. En af því að fólk gáti ekki komið, þá fórum við yfir og tókum upp umræðu þetta á Zoom, á sama tíma og allar sjónvarpsstöðvar út allan heim voru þurftu að gera það sama. Þannig að CNN og allar þessar stöðvar voru bara meira og minna með viðtöl í gegnum Zoom. Þannig þannig gátu við allt í einu í þessari vinnustofu. Þetta leit ekkert svo mjög ólíkt út heldur en þeir sem voru með margra milljarða króna stúdíó. Þannig það var svolítið skemmtilegt. En svo var það líka þannig að á þessum tíma þegar vissi ekki alveg hvað faraldurinn var, hvað þetta var umverulega, er þetta bara eins og svartidauði eða hvað er þetta? Og það náttúrulega var lokað samfélaginu hér og erlendis og fleira og fólk vissi ekki hvort þetta einhver langvarandi kreppa og myndi Ísland bara sökka ofan í sambærilegt hrun og var 2008. Þannig að við vorum eiginlega á svona núllpunkti og óvissu tíma í öllum málum. Og það þróaði svolítið svona annars konar samtal. Það sem að þú ert eiginlega með stöðu þar sem að þú getur ekki sagt bara viltu fara í Evrópusambandið eða ekki. Heldur ertu á svona miklu svona óljósari stað eins og að þetta er eiginlega áður en að kemur valkostinni koma fram. Og það þróaði svona ákveðin svona umræðu hefð sem að ég held að sömuleyti hafi haldið af því að við vorum með spjall í 2 hollum á undan og ég var svolítið að velta fyrir mér á meðan það var að mörguleiti er þetta alltaf öðruvísi spjall heldur en í öðru þáttum á öðru stöðum. Þetta er og maður finnur það líka þegar fólk kemur hingað. Það kemur með svona annars konar væntingar, það er meira til í að tala svona einmitt á þessu eins og við séum í sameiginlegu verkefni frammi fyrir húsnæðisvandanum og vera að velta svona upp. Frekar heldur að menn séu að selja einhverja eina niðurstöðu fram yfir aðra. Þannig að hugsaði þetta með við vorum að því að eina svona kenningum mínum í fjölmiðlum er að fjölmiðla séu svona stefnumót það sem við sem erum búið til efni hittum viðmælendur okkar en síðan hittum við líka áhorfendur og lesendur og sömuleyti í COVID að þá voru allir lokaðir heima og þá gæstu verið með spjall á Zoom sem að tók rúma klukkutíma sem að engum hefði dott í huga væri boðlegt áður og þá kemur í ljós að það er bara vel hægt. Það hefði reynda verið í Bandaríkjunum verið svona lengri podcast sem hafði komið þá fram að var ákveðin svona eftirspurn eftir að í staði fyrir að allt sé búið að klippa niður í bara þú þekkir þetta þegar kemur einhver sérfræðingur inn í settið á RÚV og fær eina spurningu og má svara á 1 mínútu og 10 sekúndum eitthvað mál
eða þú veist eins og Kastljósi sem ætti að vera svona flaggskip í umræðu á RÚV kannski hver umræða fær kannski korter að í þessu löngu podcastum sem þróuðust fyrst í Bandaríkjunum kemur í ljós að fólk var bara mjög viljugt að þau hlusta bara á miklu lengri mál, þannig að það gerist líka þarna að kannski hefðu við aldrei haft samtölum okkur svona löng ef ekki hefðu verið fyrir COVID og hlustöndunir okkar. Ég man í gamla daga þegar við vorum í blöðum og svona og sagðum að stundu við þegar blaðamaður kom með eitthvað svona allt og langt viðtal. Þá sagði maður eitthvað, já þetta er gott viðtal fyrir fótbrotna. Þá var að meina að það væri eiginlega bara fótbroti fólk sem að lægi upp í rúmi sem hefði tíman í þetta. Af því að þú gefur ekki öðru meira rými. En ég held að svona óvart þá hefur við uppgötað að það ekki þannig. Það fólk vill hlusta lengri samtal. Ég hef heyrt það líka hjá gestum okkar sem hafa kannski farið á Vísi og Stöð 2 og RÚV og allar rásir RÚV og svona flera. Segja það að það er svo merkilegt að ég gerum ekki ráð fyrir að það séu fleiri að hlusta á ykkur heldur en þessar stóru stöðvar og þannig er það ekki. En þegar ég kem til ykkar þá verði fyrir miklu meiri áhrifum. Það var fólk að minnast alltaf á viðtalið sem var hér. Og það held ég að sé vegna þess að það er öðruvísi viðtal. Já, líka þau eru lengri og þú veist að ég hlusta okkar viðtal við einhvern í og það er farið svolítið svona djúpt og ég skil eiginlega afstöð, ég skil ekki bara hvað hann er að segja og skoðun hans, heldur skil ég líka ákvörðan með þessa skoðun og ákvörður hann byggir hana og hverjir eru svona helstu andmælin við henni og hvernig hann svarar því og ef ég hlusta á það, þá hefur það miklu meiri áhrif á hlustandan og áhorfandan heldur en ef ég heyri bara eitthvað 7 mínútna bút þá bara fer það, þú veist, ég heyri svo mikið. Þannig að einhver leiti þá hefur þróast svona sérstök hefð og svo eitt sem er eiginlega eldra heldur en samstöðin. Einu sinni þá gerðum við þætti og útvarpið sögu. Arnþrúður hringdi í mig og spurði hvort ég vildi leysa sig af og ég fekk þig til þess að hjálpa mér af því að þú varst vanur útvarpsmaður og ég hafði bara verið með pistla og verið viðmælandi og svona. Og þá að því að við erum tveir þá þurfum við að hafa svolítið svona sikkert stílinn svolítið. Þú kemst með þeir sem hafði mótað í Sprengisandi og þína reynslu. Þannig að ég kom inn og ákvaða að því að þetta var eftir 2016 þegar Trump náði völdum og þá var ég svolítið sem gamall blaðamaður að velta fyrir mig hvað hefur gerst og einhver leiti þá upplifði það að það er dómkirkjur fjölmiðlunnar sem við höfum alist upp inn í það var eiginlega allar hrundar og við þurftum eiginlega bara að fara út á mörkin einhvern veginn að finna þú veist hvernig blaðamenn geti lifaði á þessum 9 tímum og fór þá að skoða hvernig fjölmiðlar höfðu verið áður en að verður þessi auglýsingamarkaðurinn rent undir fjölmiðlunna og þá voru menn að gefa út bara svona sín málgögn og eitthvað fleira þannig að svona hugmyndir fagmennsku blaðamannsins þannig að hann kæmi fram og þú vissir ekkert hver hann var þetta talaði hann svona bara með sjónamið einhvern veginn á ofan eða þú veist að maður veldi fyrir þetta er eiginlega bara farið þannig að ég get ekki predikunarstóllinn, þar sem að blaðamaður kemur fram og segir sannlega segir yður í fréttum þetta helst, hann er farinn. Þannig að ég ákvaði að koma inn í þessa þætti sem bara með mína skoðanir og var líka að hugsa svo, já, kannski eigum við ekki að taka viðtöl, kannski eigum við bara að búa til samtöl. Af því að viðtal er kannski, ef að predikunarstóllinn er farinn og svona stofnunin fjölmiðlarnir er feiskin og búin og brotin að þá höfum við kannski ekki svona autoritetið til þess að kalla fólk inn í viðtöl eins og við séum hvað löggan eða eitthvað þannig að þá fór ég að leika mér að því að vera svona meiri þáttakandi í samtölunum og ég man að þú benti mér á þetta áður ég fatta þetta að þetta, þú sagðir einhvern veginn svona já þetta er kannski ekki alveg viðtöl hjá okkur þetta er svona meira eins og samtöl og þannig að ég tók það svolítið með mér inn í rauðaborði líka. Ég mælti með því að þú seldir þeim stíl áfram. Já, þannig að þú ýttir því svolítið áfram. En ég held að þetta sé
þú veist, ég er ekki að segja að allir eigi að taka þessa ákvörðun, en ég held að það sé mjög skiljanlegt og sömuleyti sér þetta í öllum þessum podcastum, það sem að stjórnendurnir sem að gamli blaðamenn vilja kannski segja sé ekkert blaðamenn, því að þeir tala sjálfur, þú veist, fari ekki í sloppinn og láta eins og sé ykkur hlutverki, þessir eru þeir bara með sína eigin skoðanir. Að sömuleyti held ég þetta liggja einhvern veginn bara í tímanum. Já. Þannig það eitt af þessu sem hefur verið að formast hérna. Og svo hefur þetta náttúrulega vaxið út úr þessum eldspýtustokk og við höfum fengið fjölmargir sem hafa gert áskrifundur sem verður að styðja okkur í því að byggja þetta upp. Og það pláss fyrir fleiri. Já, ég var að hugsa því að við var að skoða ársreikningarna frá því síðast ári, þar sem að veltan var eitthvað 64 milljónir pluss, hafði verið held ég 34 ára, vöxturinn var allavega 84% á milli ára. Þá fór ég að hugsa, ef við getum kannski safna áskriftum þannig við hefðum kannski 3 eða 4 fleiri stöðugildi hérna, mikið rosalega getum við gert stórkostlega hluti. Því að sömuleyti höfum við gert náttúrulega ótrúlega margt úr litlu. Já, og mér veist nú bara tilefni til óskaðir til hamingju með þátt númer 1000. Já, ég náttúrulega skrópaði í nokkra þætti. Nei, stöðin, sko. Já. En það munaði litlu að ég hefði verið hérna alltaf, en ég tók mér veikindafrí í flensu einsunni og svo fyrst var það þannig að ég þurfti að sinna fjölskyldunni og þá hringdi ég í konu út í bæ og spurði hana hvort hún var ekki til að taka eitt þátt. Því ég gæti ekki brugðist fólkinu mínu með því að mæta ekki í svona fjölskylduveislu. Og hún sagði já, þetta hún Lóa Björk sem núna sér lestina. Þannig hún kom meðan við vorum ennþá í vinnustofunni, þá kom hún og var með eitt þátt. Eins og langmestu leyti hef ég verið í þessum. Og svo náttúrulega einu sinni var þetta bara ein umræða, en núna Rauða borðið, oftast held ég 5 viðtöl og fyrir framan það núna komið fréttatími, þar sem við erum að þróa nýja útgáfu af því að segja fréttir. Sem við fáum mikið lof fyrir. Já, sem að... Já, það gerir það. Fólk hefur skrifað svo ótrúlega bara að það geti hægt á horf og hitt, þetta gerir svo hratt hjá ykkur, mikið betra. Já, þessum að hugmyndin að við tökum af okkur að horfa fréttinnar og endursegja þær síðan með okkar lagi og með einhverju svona samingi með að vísi eitthvað sem að mér finnst vera það sem að vantar í fréttinnar og ég held að svona kvöldfréttatímar RÚV og Vísis og Bylgjunnar og Stöð 2 að það séu svikin þeirra, þau segja bara atburðina en svíkja okkur svona innihaldið og samingi fréttina. Og það sé ástæðan fyrir því að fólk á í erfiðleikum að horfa á fréttinnar. Því að heyri bara einhverja, það myrkan eins og bara slæma fréttir, en fær svona ekki, það er svona kenningin. En svo þetta líka bara leikur á því að búa til fréttir innan úr podcasti, því að við sitjum hérna bara 3 og mælum frá fréttinnar. Og en svo reynum við að lesa fréttir víðar, við lesum erlendafréttir og erlendblöð og reynum að draga inn svona það sem er að gera þannig þar. Alheimsfréttir á samstöðinni. Herðu, að því við tölum svo mikið pólitík hérna í fyrirlutunum, að þá ákveði að segja þeir frá Rauða borðinu, 1000 þættir. En við látum þetta bara duga í dag, ekki? Jú, er ekki bara ágætt. Þetta er búin að vera fínn þáttur, góði gestir sig um í dag. Og ég er mjög, það er alltaf kröftu umræða sem að verður hérna í okkar þáttum og líka bara við Rauða borðið þetta. Og það er ekki, og fólk kemur nefnilega tilbúið. Það er fólk heldur að við séum eitthvað svona snjöll eitthvað í að spyrja eitthvað. Aðalatriði það, því að þetta er svona eins og stefnumót. Fólk kemur oft svona tilbúið til þess að koma og tala eins og fólk gerir á samstöðinni. Og það er náttúrulega... Og sundur byggðu fólk orðið svona og kemur þá með beint ofan í það sem var verið að ræða og þetta bara verður... Fer umræðan, fer bara eitthvað. Stundu sittum maður hérna og tekur enga þátt. Þess og ég held að það verið seinni hlutinn af vikuskandinum að þá gekk þetta bara hérna á milli fólks hérna á fyrstu dag. Já, ég er búin að hlusta á þetta.
Herðu, en takk fyrir samfélginni í dag. Þakka Pétri Fjellsteð sem að ég kallaði víst Pétur Blöndal á föstudaginn. Ég var orðinn eitthvað aðeins og þreyttur og kallaði hann Pétur Blöndal. En hann heitir Pétur Fjellsteð. Og við þökkum náttúrulega öllu gestunum sem hingað komu, en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að það eru þið sem hafi byggt upp dreifikerfið. Við höfum aldrei gert það með öðrum hætti heldur en þeim að bíða eftir að þið segja vinum og vandamennu frá efni sem ykkur líkar. Og þá finnir fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Nei, undir nafni Samstöðurinnar, en í hlaðvarpssveitum, öllum hlaðvarpssveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstaka þátta. Við erum komin í útvarpið á Stórhöfuðborgarsvæðinu yfir númer 89,1 á FM, en það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarann, spilar.is er á netinu, svo spilar líka app sem maður má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma, þar erum við 5 á fjarstýringunni, við erum líka komin í kabarkerfin hérna suður með sjó, kannski að tvill, ég veit ekki, menn önnum fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptaunum upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða í svona mails, í Rauðaborðinu og öðru þáttum Samstöðinnar. Það sem drífur Samstöðina áfram, eins og ég bent á hérna áðan, er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það eru þeir sem gefa okkur afl til þess að halda Samstöðinu gangandi og byggja hann upp. Ef að þú ert á því að það sé mikilvægt að hafa Samstöðun í íslensku samfélagi, þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, þannig hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem er grunnáskriftin. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er orðið nóg í bili. Við sjáumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8, það var að segja fréttir, en njótið þess sem eftir er af helginni. Takk fyrir mig.